Gott kvöld, kæri gestir, og verið aftur velkomin í ljósleiðaradeildina. Það umferð 7 hjá okkur. Í kvöld verður Vega á móti Dusty. Við erum að horfa á 2 topp liðin í deildinni, slást hvor liðið verður með hæsta sítið eða bara svona hvor liðið mun sýna sig sterkara í allri deildinni. Og með mér í kvöld verður engin annar en Árni Leflöf. Velkomin aftur. Já, takk fyrir. Nú erum við með Deathcake að spila á server, þannig að hann ekki hérna í kvöld, en mér finnst alltaf gott að fá þig út af því að þú ert analyst dauðans, má ég segja bara, ef að það einhvers konar kompliment, en það hægt að pikka mjög mikið upp úr þér þar sem að þú veist rosalega mikið þess að deild búin að vera í svo lengi líka. Já, við þetta vorum að vinna hörðum höndum að reyna að klóna Deathcake til þess að hann geti verið á 2 stöðum í einu. Það gekk ekki. Nei, það líka nóg að hafa bara einn í heiminum, sko. Já, kannski það bara kvótinn. Við þurfum ekkert meira. Ég held það. 2 bara allt og mikið fyrir okkur öll, sko. En ég meina, ég kem að skallan í staðinn, þannig að einhver tekur það á sig. En enn og aftur, við erum að fara að horfa á Dusty á móti Vega. Við fáum kannski stigatöfluna bara upp þegar við getum til að sjá svona hvernig deildin lítur út. En Dusty á móti Vega, hvað svona, hvor lið, ég ætla bara að spyrja hreint út, hvor lið að fara að vinna í kvöld? Hvor lið sterkara? Ég veit að kannski segir ekki allt, en Dusty áttu smá svona slumpu í byrjun en komu síðan sterkir aftur inn og eru núna jafnir Vega. Já, ég veit ekki hvort Dusty átti slump þannig séð. Ég meina, þeir töpuðu þetta leika á móti Hyper. En hvort að það sé slump, ég meina, þeir voru alveg ég meina, þeir tóku alla hina leikina sína alveg nokkuð samfærandi. Ég meina, þeir eru búin að tapa mappa á móti SUS, Ancient, þú veist, þeir kannski tapa mappi hér og þar, en þeir eru samt alveg, þeir eru alltaf að fara að vinna í best of 3. Já. Og með Vega ég held að Dusty séu alveg svolítið yfir þá. Þú veist að því að Dusty eru meira með svona liðsheildina og meðan Vega stólar aðeins meira á dagsformið. Þannig að það svona, þú veist, ef maður oddsgæi, þá maður alltaf að setja Dusty herra bara því að þeir þurfi ekki jafn mikið að stóla á það. Nei. En Vega eru líka mjög svona miracle workers. Þú veist, þeir eru ógeðslega góðir í því að opna rándinn hratt og svo eru þeir með ógeðslega marga gauðra sem geta loka rándinu. Þannig að ef þeir komast í gírinn þá geta þeir auðveldlega bara svona, þú veist, hei, hvað gerðist? Og Dusty vita ekkert, skilur við. Einmitt. En spurningin enn og aftur, hvor liðið betra á pappír? Já, Dusty. Það Dusty bara hengsta. Það bara, ef bæði liðir og þá eru Dusty sterkari á server. Já, og Dusty eru líka, þú veist, þeir setja mikið meira tíma í þetta, skilur við. Þannig að það myndi alveg meika sens að þú veist, tíminn settur inn, þú veist, það kannski, já, eins og segir, þeir eru ekki búin að vera endilega í slömpi, en það bara, þegar maður sér eitt tap, það bara svo, þeir eru búin að gera bara svo háa væntingar á nafninu sínu, að það kannski, þú veist, maður sér smá eitthvað svona afturdrag hjá þeim og þá fer maður að kalla það. En ég meina, Dusty, ég held að Dusty hefur aldrei unnið deildina án þess að tapa leik, sko. Nei, það bara, það í svona, hún reynda deildin ekki talvöng núna, sko, en þegar þú ert með svona langa deild, það alveg líkunar að þú tapir einhvern tímann á leiðinni þótt þú sért besta liðið, sko. Já, einmitt, það alltaf, sko, öll lið að fylgjast með þér. Þú ert á toppnum og þú veist, það alltaf eitt lið sem að kannski nægir að undirbúa mikið lengur og svo ertu náttúrulega með Hyper, ég menna þeir eru svolítið að koma ekki búinir að vera á toppnum þannig séð, en þannig að kannski þeir eru líklegasti til þess að koma með eitthvað nýtt gegn Dusty sem að þeir ekki séð áður. Hyper eru líka annað en öll hin liðin í þessari deild að spila Hyper sinn eigin mjög öðruvísi stíl af CS. Og það alveg, þú veist, það geta alveg bara verið að það sé eitthvað kryptonite hjá Dusty, sko. Já, kannski tekið tíma fyrir þá til að adapta við því og ekki verið náttúrulega ekki í það. Þú veist, Dusty-gæðinni, þeir eru ógeðslega mikið svona í face-it og hröðum spilastíl og allt að gera ógeðslega snemma og hratt. Og meðan Hyper, þeir sitja bara á bíða, skilur. Þannig að þetta eru svona 2
opposite end á spektruminu hvað það var þar sko, þannig að Hyper eru svona Paravision í dag, svona Game Time. Það er reyndar, mér finnst magnað að hann sé búinn að gera þetta núna með liði nummer 2, það er bara validator að þetta er að virka. Geggjaðir sko. Mér finnst ekki leiðilegt að horfa á þetta sko. en ég skil að það sé hundleiðilegt að spila á móti þessu hins vegar. Já, það er það og á móti, þú veist, sérstaklega þú ert í svona aggro liði að þú veist, þú nennir ekki að bíða eina mínútu og 30 sek þá að bomba fyrir niður sko. Og ferðu að overpeaka og þetta er bara það sem að liðin er að bíða eftir. Já. En ok, við tökum kannski bara line-upin hjá liðinu, byrjum kannski bara á Dusty þegar við getum fengið það upp, en Dusty ætti að vera með alla sína leikmenn í dag. Já. Þannig að þetta er væntanlega, þegar við getum fengið leikmennana upp, þá gerum við það. Ég að maður er ekki alveg vakandi. Anyway, en eins og segi, Dusty með alla sína leikmenn og við getum bara nefnt það svo sem bara upp á, það er Pandas, þú ert með Pandas, Rafli, Peter, Tony, Dabbi. Negla, þetta eru þeir, Rafli, Dabbi, Tony, Pandas og Peter, segi ég það í annari átt, en já, það er ekkert sem að ætti að breytast þarna, Rafli er náttúrulega bara alltaf að fara að halda áfram að sækja opnanir og er bara sterkur vappi. Já, sko, þessi Tony gæi, hann er alveg vöggandi sko. Já. Þannig í leiknum á móti okkur þá var hann með, ég held að hann var með eitthvað 170 ADR eða eitthvað sko. Það er bara, hann er búinn að vera kjaftaði þetta tímabil. Einmitt, ég fór yfir skjalið sem við vorum með það sem við sáum og ADR hans, hann er með eitt bara besta average. Bullinu sko. Hann er á perunni sko, bara maðurinn er að hitta og maðurinn er líka ekki að deyja ástæðalausum. Nei. Hann er akkerið. Hann getur ekki dáið af því að hann er bara búinn að drepa allar fyrir fram að sig. Í mitt, það er bara ekkert að flækja það. Já. Dabbi er líka bara rock solid, svona hann kannski er svona mest inconsistent leikmaðurinn hjá þeim, en það er kannski ekki eitthvað svona sem að maður endilega sporar á þetta, því að hann er ekki búinn að þurfa að gera neitt mikið. Við tölum það í síðasta leikhaldi sem við lýstum með Dusty, að það voru bara allir að hitta. Dabbi, hann var ekki með öll killin til að sína fram að, en hann var ekki með neinn death, þannig að hann var bara ekki að fá slægin, því að restin af Dusty-liðinu er bara búin að keyra þú niður. Já, og það er svona, þegar þú ert dominant liðið í deildinni, þá er, þú getur hugsað þetta sem, þú ert með fyrstu bylgjuna þína, sem er entry-arnir þínir og gæðina sem að fara inn og treyta, og svo ertu líka með, seinni bylgjuna þína, sem eru akkerinn og lurkerarnir og allt það. Já. Og þegar fyrsta bylgjan þín er solid, drepur og allt, það er engin seinni bylgja, það er allt randaði bara búið. En svo þetta, þegar það reynir á, þá, og þess vegna getur maður hort á kannski stöttin á þessum gaurum og hugsa bara, já, þeir eru inconsistent, en þeir eru það í raun ekkert, þetta er meira bara svona annarkvort fá þeir eitthvað á sig eða ekki. Einmitt. Og í þessu liði, ég meina, þeir eru bara í clean-upi, skilur. Það reynir aldrei neitt þannig sér á það. Nei, en þetta er líka bara því að þeir eru með ákveðin sökkul og ákveðina svona hugmynd á hvernig á að spila, þannig að eins og þú segir, ef allt er að klikka, þá er það bara þannig að þeir þurfa ekki að gera neitt. En auðvitað eru þeir kannski, en það segir ekki alla söguna, bara ef að liðið þitt vinnur, er það ekki bara nógu gott? Jú, þetta eru gaurarnir sem að vinna roundin óbeint, þeir eru að stoppa rotate-in og punisha, hlutum sem að andstæðingarnir gera. Þannig að, þú sér það ekki í stöttunum, sko, þannig séð. Þú sér það í skorlæninu bara. Einmitt. Peter, kalla hann Pistol Pete, bara mér finnst hann einhvern veginn alltaf enda með bara eitthvað 4K, ég ætla bara að kóla það núna, hann verður með 3 í Pistol Pete, ég reyna að starta eitthvað nýtt, það er ekki sáttur með mig sko, en hann er bara eitt skemmtilegasti leikmaður til að horfa á þegar kemur að Dusty, myndi ég segja. Já. Bara að því að þú sér líka alltaf þegar hann gerir eitthvað, hann veit að sjálfur að kemur svona smá glotti í hann sko, en það verður ekki meira en það sko, hann býður ekki búið meira. Þetta er örugglega heppnasti síðspilari landsins þegar kemur að, ég var í Face-It-leik með honum daginn, þar sem hann hoppar út B-hús í Mirage. Já. Og þú manst eftir Axile-klippinni. Já, Peter hendi í það, bara hoppandi þarna, skýtur einu skoti með AK og hausar einhvern gæja á shortinu. Það er bara, það er rugl hvað hann hittir sko. Já, einmitt, líka, mér finnst það pínu auðveldar núna í CS2. Mér finnst þetta hafa ekki verið eins svona auðvelt að fá þessi random kills.
Það er alveg rétt, sko. Er það ekki? Mér finnst þess að eitthvað hafi breyst. Kannski ekki með akanum, en maður getur hoppað með mökkum og eitthvað eins og ekkert sé, sko. En svona one-taps, þú veist, með pistols, það hefur oftar en ekki verið með þessum byssum, sko. En þetta einhvern veginn bara, svo getur líka bara verið út af því að maður gerði þetta bara ekkert í CSGO. Og bara, en nú einhvern veginn allir nóg klikkaði til að reyna þetta, sko. En við kannski fáum Vega, sjáum hvort að þeir séu með góða bylgjur sín megin og hvernig hún er. Það er by the way. Vega, sko. Já. Það er aðeins breyttara line-up hérna. Þeir eru með 2 leikmenn inn í stað Brian og er það ekki hver aftur? Vírus. Það er auðvitað, sko Brian er komin í nám og eitthvað, þannig að það er, ég ætla að skjóta á að Deathcake séu orðin starter, en ég get ekki fullyrst það, sko. Skal spyrja hann í næstu viku. Já. Fá hann reynd út frá hann þá. En já, það er allavega Kid Disco, Zerk, Toxic allavega í main line-upinu. Svo erum við með Deathcake og hann er náttúrulega búinn að spila svo mikið með Vega, þannig að þú veist, það var alltaf að kalla hann stand-in, hann er bara replacement ef eitthvað er. Já, hann er hérna stand-in sem að þarf eiginlega alltaf að spila. Já, eða það ekki. En vil meina að hann sé þessi gæði, sko. En hann er allavega með svona uppliftandi karakter. Og það getur gert helling fyrir þig. By the way, síðan inn fyrir hann og inn afsakið fyrir vírus þá, en hver er þá Toxic að fara að taka vappan, heldur að verði eitthvað sem að, já, ég hlæði líka þar, sko, hann er vappaspílari, en hann er uník vatn. Ef hann tekur vappan, hver er þá að fara að taka akkerið? Það er, sko, það er þetta, þú veist, vírus, fastar á Akureyri. Skellur, já. Það er vont veður úti, sko bara orða þannig. Hann var í flugvél, það er vont veður úti. Flugvélin lendi á röngum velli, það er skellur. Kemur fyrir. En já, hann er allavega með vappan í bakpokanum, hann komst með hann allavega heim, en það er ekki að koma í leik í kvöld, en já, svona er þetta. Við erum allavega, já, Vega ættu í raunin að vera með smá erfiðleika fyrir fram eins og núna, en það er heimur þar sem að þeir geta teikt þetta í 3. map. Ég ætla ekki að segja að þetta verði 2-0 Vega á neinu tímapunkti. Ég held að það sé öruggt að segja. Það væri smá fever dream, myndi ég að segja. Því að, sko, ekki bara eru þeir með standins, heldur eru þeir líka á móti erfiðasta liðinu í deildinni, sko. Einmitt. Og talandi það, þá erum við með vídeóið reddi og getum séð hvaða möpp við erum að fara í, en það er þannig að við ætlum að byrja á að banna. Ætli Vega pikki Nuke án þess að vera með vappa. Það, sko, þeir eru búin að vera bread and butter þeirra er Nukeið, en ég veit ekki hvort að ég myndi fara á án þess að vera með vappa, sko. Er þetta að fara að breyta vídeóinu miklu? Eða svo er spurning hvort það reynir bara að spila sinn leik og út af með 2 svona replacement, það gæti orðið svolítið trufla fyrir þá, sko. Eitthvað sem þú ert að búast við? Já, hlýtur að vera Nuke, ég veit ekki, sko, ég veit ekki hvort þú ferð í Nuke án þess að vera með vappa, en ég veit ekki hvert þú ferð án þess að vera með vappa, sko. Nei, einmitt. Og þetta verður over, mér aðeins, ok, áhugavert. Það er þetta þá að fara út í over eða eru... Já, over geti alveg verið þörd, ég held að Vega, hitt Vega line-up. Hitt Vega line-up. Ég veit ekkert með þetta line-up, sko. Það er kannski að það vil ekki taka þá í overpass, þannig að banna það. Það er ekkert overpass, án þess að vera með vappa, það er alveg brekka, sko. Inferno og Ancient eftir. Ætli þeir fara ekki Inferno, þeir eru alveg, nei. Já, nei, þetta er Dusty bannið þetta, Anubis. Já, þetta er ennþá meiri brekka, sko. Já, sérstaklega það sem að búið að banna Anubis, er þetta smá brekka. Þannig að ég veit ekki alveg hvort það eigi að vera Ancient eða hvort að bannið átt að vera Ancient. Við kannski flettum þessu upp til að svona finna það. Það er smá mistök hérna, hvort að þau verði löguð ykkur staðar, en kannski fáum það bara eira þegar við getum það. Heyrðu, last map er Anubis, þannig að þetta lítur að hafa verið Ancient sem er bannað í byrjun. Í fyrsta, já. Ok, en já, við förum allavega í Nuke og minnast áranum fyrir þangað, þannig að við getum allavega að byrja á því. Nuke, anyhow, þá er þetta, ok, þú varst að segja það, vappi, þú þarft að spila vappa í þessu mappi. Þannig að, búið að banna Ancient, sjáu það, breytist hana, þetta eru 8 núna, sko. En já, Nuke, þú þarft að vera með vappa í þessu mappi. Það gerir allavega mun auðveldara. En já, hvernig myndir þú tæklað öðruvísi heldur en að, sko, þá ertu væntanlega að tala um úti eða svona rotator eða ekki? Já, það er líka bara mikilvægt til þess að loka á hlutunum. Ég meina þegar þú ert með vappa sem að hreyfir sig mikið og byrjar inni eða byrjar ramp. Ég meina það gerir terrana svo ógeðslega mikið meira stressað. Ég meina þegar þú ert í lobby sem terri og þú færð vappa á móti þér einhvern tímann.
þá allt í einu er hættulegt að píka í alla línur, skilur. Já. Og þú veist, að vera með einhvern láner vappa sem að vappar ekki vanlega, það er alveg, þú veist, þú missir svona þetta, skilur. Já. Í rauninni það er alveg leikmennan sem að geta tekið hann upp og svona, en einmitt, þú veist, þegar þú ert að spila leik sem að þú ert kannski vanur að spila aðra stöðu eða ekki vanur að spila vappan í þessu line-upni, það breytir smá og það er kannski eitthvað sem að Dusty getur enda á því að abjúsa. En ég geti... Ég er að horfa á line-upi og ég er að reyna að fatta hver allar að taka... Sko, ég veit að Eiríkur, Toxic, það er fyrir ykkur heima, er hérna núna, sko. Hann er að rétta... Toxic geti tekið hann og Deathcake fer þá í hans stöður. Þegar Deathcake er alveg svona akkuris nefnilega, gæi, sko. Það er ekkert galið, sko. Og þá er Kitty, sko, og by the way, saman á sæti. Það geta alveg virka. Sko, ef að Toxic er að fara á vappan, og ef hann er að fara að standa sig vel, þá eru að fara að sjá svona klassíska combat vappa, sko. Já, það er málið. Hann hefur aldrei breyst í þessu. Ég spilaði með honum fyrir 10 árum, ég spilaði með honum núna daginn eftir að ég fatt að hann væri komin í veka. Ekkert breyst. Það er reyndar að hann hefur alveg verið að taka vapp, sko, þegar við spilum saman og við erum með Mozart í lobby, þá er hann alveg búinn að vera að taka vappan af Mozart, sko. Já, ég veit hans fílar þetta mjög mikið, en hann er rosalega aggressífur í eðli og þannig að þetta er svona, þú veist, ég meina kannski, þú veist, kannski kemur það bara ógeðslega mikið á óvart. Ég veit það, er nefnilega, þú veist, eins og segi, ég veit hann réttur upp hendina, en ef hann fær ekki að hitta einhverjum skotum í byrjun, þá verður bara tekið hann, nú skilja þessu, þú veist, þá verður bara ekkert fengið að vera með vappan lengur, sko, af því að við erum að tala eins og ég segi, þú veist, bestu liðin er að skallast núna saman, þannig að þetta er ekki bara einhver face-it leikur. Já, ég meina þeir byrja líka terð, þannig að ég meina hann er ekkert að bara vappa eitthvað mikið, eða þú veist. Ekki þeim megin, þannig að þeir geta kannski svona, hann getur komið sér í gang og kannski sé hvernig hann er að fíla sig. Akkurat. En já, við allavega erum svona nokkur neginn reddi í leik. Dusty hins vegar, þeir byrja að setja megin. Já. Það er ekkert að fara að breytast þar og ekkert sem að þeir kannski, er eitthvað sem að þeir myndu líklega gera til að refsa Vega fyrir að vera með leikmannaskiptingu núna? Já, 100% sko. Þú veist að þeir munu bara vera að gera sitt, vorka mappið og setja pressu á allt þar og þegar þú ert í einhverju possu sem þú ert ekki vanur að spila þá er þessi pressa bara margfaldast. Einmitt. Og þú veist, það er engir betri heldur en Dusty að capitalize á einhverju þannig dæmi sko. Akkurat, þannig að við sjáum þá að gera það. Ég ætla einnig að minna á það að á hinum endanum þá er KBJ á móti Sögu að spilast og þetta er rosalega mikilvæg leikur fyrir KBJ á að halda áfram með deildinni. Þeir þurfa ekki bara að vinna í kvöld, þeir þurfa líka að treysta á að Hyper vinni á móti Þór í næstu viku. Afsakið tapi á móti Þór, eða ekki? Nei, Hyper, já. Hyper tapi á móti Þór og þetta er einnig Hyper sem að þarf að sigra til að halda sér áfram í úrslitunum. Þannig að já, það er annar leikur á línunni en við sýnum frá hann ef við getum. KBJ þarf að vinna í kvöld og ég þarf svo að gera þeim greiða eftir viku. Já, einmitt. Þannig að sjáum hvort að þú gefið þeim greiða eða hvort að það verður bara hreint út hreinsað. En allavega þá erum við í Vega á móti Dusty og erum komnir í gang. Það er Dusty sem að byrja á City-hliðinni, Vega á Terra-hliðinni og við sjáum þá að byrja á að negla hérna úti, erum með mjög þétt svæðið þar og eru bara komnir af stað, búnir að sækja ágætiskontról. Peter hínum með pistol. Oh boy. Þetta, ok. En karakteristíku virta. Heppni, segiru. Það var smá streybúlett þarna, en... Það er eitthvað sem horfir vel niður á Peter, sko. Hann já. Þetta, ok, hann nægir allavega einum áður en að fellur. Takkar fyrir það. Þetta er ógeðslega flókið ránd fyrir Dusty, sko. Já, reyna að rappa hérna en þeir eru samt allir komnir niður. Þetta er svolítið á rafleið núna. Hann er eitthvað að kalla eftir hjálp núna og ætti að Dabbi að geta komið til hans. Hvort hann sé nógu að snemma eða ekki, skiptir ekki máli. Hann nær fyrsta áður að hann er kláraður. Dabbi er kominn og bomban er laus. Eiríkur Toxic ekki að tengja, kemur dingarna en Sörk klárar og nú 1 á 2. Sörk lokar doppeldoor, skríður á móti Tony en Tony er tilbúinn, ekkert mál og Dusty taka pistolið. Slefa það svolítið bara rétt svo, þetta var svolítið back and forth. Já, sko um leið og þeir voru komin í 4-4 þá eins og ég segi þetta var orðið mjög flókið ránd fyrir Dusty en Dabbi nær þarna ég man ekki hverjum að var á rampnum. Já,
og það leysir raun rondið, þú veist, ef að sá fight annarkvort kemur ekki eða hann vinnur hann ekki, þá er þetta ógeðslega erfitt round til þess að loka hjá Dusty, því að þetta er svo framalega postu sem að Vegor er komin í. Aftur, Eldar áfram, eru núna með mótþrýsting á móti sér, Peter framalega, reynir við stökkið, með því ekki, heldur sér ennþá gangandi og Deathcake að reyna að fá þetta kill áður en hann fellur, hann nær því áður en hann treytaður en Pandas nær síðan Deathcake þarna, þannig að þetta er alltaf á sörk núna, aðeins glokka, voða lítið sem hann getur gert hérna og ég held að Dusty sé bara sáttir, þeir ættu að núna tryggja það að bomban fari hvergi niður, þannig að þetta er svolítið bara unnið efnahagslega fyrir Dusty með hnífin uppi og hann er eiginlega bara, já eins og segi, vonast eftir 1-2 killum kannski, en að vera með hnífin hérna uppi er ótrúlega, þetta er hann að reyna að hlaupa í hann. Ég hati þetta ekki upp á peninginu sig, en Dabbi, ef hann er gáfaður þá ættir að gera það. Hann spottar hann ekki, munar mjög miklu, en Dabbi snýr sig við og finnur hann. Þannig að já, þarna kemur þrýstingur strax á móti frá Dusty, fara bara aftur út og framalega þetta skiptið með líka góða byssu til að sækja peningin. Ég man ekki eftir því hvenær ég sá 2 famasa í leik seinast, hvað þá í einu rondi. Þetta er svo skrítið að horfa á CS í dag, sko. Bara maður hugsa fyrir 2 árum, þá var líka MP7 ofan á það. MP7 er það orðin eitthvað annað góð, sko. Mér finnst ég samt, sko, ég trúi því, það er búið að buffa hana helling og maður sér það á stöttunum, en maður sér það ekki á neinum player. Þú veist, enginn verið að hitta með henni, bara svona vopn sem að kannski allir þurfa að læra. Það er eiginlega eins og hún sé orðin meira accurate heldur en MP9. Þú veist, þegar maður skýtur á MP9 þá fara skotin bara eitthvert. En MP7 það virðist alveg vera að fara svona sem ég rétt átt, sko. Útismokar 4 úti. 4 úti, já, réttið er. Útismokar, gott spraykontról hérna hjá Peter, hann veit nákvæmlega hvert hann er að spamma og sækir seinni í leiðinni. Næstu því á Sörk en hann er bak við vegg, þannig að tengir þarna ekki. Deathcake með derruna aftur á bak. Peter! Það er svo, þarna sjáu þið hversu leiðið þetta er á einu vendur. Hvar er hann ekki að horfa? Hann er eisa bara! Hann er bara með alla! Ok. Mér finnst það geggjað, það er bara reyna að sína okkur Vega hvað þeir geta gert, en það bara Peter að píka þig á undan og... Ég held líka bara það hafi enginn séð hann, ég meina Sörk sá hann, sko, en restinn hafa bara ekki smoke og pre-fire og eitthvað, sko. Og svo bara, þú veist, allt headshot og bara hvar er hann, bara hausinn af, ég sé ekki neitt. Þetta er ekki það sem hún vilt sem Vega. Ef útispilarinn, sko, úti-riffillinn byrjar að hitna, þá lokar hann svo ógeðslega mikið á það svæði og þá ertu eiginlega bara, þú veist, ok, hvað gerir við þá? Einmitt, það fer einmitt aftur í það að vappinn hann er náttúrulega mikið að halda þarna, en einmitt, riffillinn, ef hann er að ná að skila sínu, þá er þetta eiginlega bara, við sjáum Nico spila mikið þessa stöðu og einmitt þegar hann er on, þá er núgleikurinn eiginlega bara búinn. Getur verið með hina mennina bara rólega, en það er semi-spar hjá þeim hérna, þeir eru reynda double líka og eða ekki, rétti mér, 3 díglur, tekkur. Nei, það er ætti að eiga kvilp. Jú, þeir eru allegt, sko, en... Nei, fórum lossbónur. Nei, það er rétt sér. Kannski planið að reyna að ná planti, en byrja þá að reyna að finna opnun, Peter, eða Sörk mætir Peter hérna fyrst úti, hann repositiona bara strax, þannig að smá pressa er komin úti, en þeir eru tilbúinir að strauja rampinn. Hvenær það kemur, eftir fyrsta kontakt, flassið, eitthvað þarna tilbúið, Rafli er samt með svo góða stöðu, þar fara þær að stað og þetta er bara lokað og læst. Einn maður eftir og það er by the way. Þetta var lesið í gær, sko. Já, svolítið svo leys. Líka hjálpar ekki að Peter, hann spottar bara einn hann á úti, en hann heldur áfram að sækja info, engi smókar þarna til að loka það. Þannig að þetta kemur svolítið svona í kjölfarið á því 4-0 fyrir Dusty og það erum við að sjá seinna kaupið hjá Vega. Svo sem allt í lagi kaup, max round loss bonus. Já. En kannski ekki úti, strákar. Svona, ekki var Peter replikita þetta, en sjáum hvort að þeir finna ykkur aðlaust. Þeir eru samt hefi úti. Komnir með svæði. Veiturinn er að gera gott. Rafli hérna komið til aðstoða spottar. Og Peter skila bara sínu, Rafli nær að klára. Þetta er svo vel spilað. Næstir
komin og ready. Skiptast bara á, einmitt. By the way, aftur, einn eftir. Já, þetta er svo einfalt en þetta er svo ógeðslega gott, þú veist, þú sér rafleiðana á kenningkassanum hvernig, hann bláa kassanum, að jiggla og þú veist, hann ekkert að leita að fight, hann bara að leita að gæja og leið á gæjinn sér hann og committar í þann fight, þá kemur Peter út vippan, tekur killið og leið á það kontakt kemur, þá kíkir raflega aftur og svo leið á Peter deyr, þá þetta bara tekur Pandas við. Já, þetta er svona úthugsað, þeir eru komnir það opið út að rafli, að þeir eru að píka rafli að þegar næsti píkar þá var hann galopinn. Galopinn og ekkert að miða á réttan stað, skilur. Sýnir að hverju Dusty er á toppnum, þeir eru bara að spila þeirra leik og þeir eru að stjórna leikmannum í þessu leik. Rafli tengir ekki hérna, kemur sem samt bara strax í burtu, betra í stöðunni, en þá eru þeir aftur komnir í setupi sem við vorum með áðan. Þetta skiptir Rafli með vappan, fer í píki á Kita Disco upp á Heaven, en tengir við á Deathcake. Kita Disco reynir að ná hérna með skátinum, nær ekki að koma línunni á hann. Peter lokar aftur. Vek er að pæla núna bara hvernig þeir alltaf 4 úti? Smá tech-pása og já, það er eitthvað að serverkortið sé að resetta eða eitthvað svoleiðis. En já, eins og segir, já, hvernig, þú veist, þeir allir tilbúnir þarna bara? Já, það er bara 4 manns úti. Hvað gerirðu? Þú veist, hvað er í stöðunni núna? Þú veist. Þetta er líka svo erfitt því að þú veist, þeir vita það, Dusty vita það, við vitum það vita allir hvað þeir eru að hugsa. Þannig að þá hugsa maður, ok, ættu þeir þá að breyta og það er ógeðslega augljóst að þeir eru að fara að breyta í þessu rándi eða ættu þeir að stikka og fara þá aftur í rándin sem að, þú veist, þeir hafi ekki náð neinum árangri úr. Ógeðslega erfið ákvörðun. Eitt sem ég tekið eftir er að þrátt fyrir að þeirra smókarnir komið, þeir voru ekkert að sprengja hjá Dusty. Þannig að það er kannski heimil það sem þeir ættu bara að vera að nota smókina meira hvort sem þeir að komitta úti eða ekki. Kannski svona eina sem að ég hef tekið eftir, en á sama tíma þegar þeir hafa verið að setja smókuna þá hefur Peter og einnig Rafli verið að fara aggressífir á rauðagáminn, þannig að þú þurftir allavega einn til að halda þessu. En þessi maður fellur þá er það náttúrulega bara búið. Já, ég meina það er auðvitað sko fyrsta rándið sem þá tóku þeir smókana hérna úti sem að eru nær CT-inu og Peter bara, þú veist, það er ekkert í gangi úti, þannig að ok, annarkvort eru þeir að labba smókana eða þeir eru margir í lobby. Peter bara spammar þarna close vippa og leið á nær gæja þá vita þeir auðvitað bara, já ok, það er ætlað að labba í vippa. Og svo seinna rándið þá tóku þeir secret smókana venjulega og þá var Rafli á rauða með allt info. Þannig að þeir hafa svolítið verið að lenda í því að kannski vera of hraðir þarna úti. Þú veist, Dusty er að fara í infoplayinu ógeðslega snemma og er að ná veka úr þeim. Þannig ef þeir leyfa rándinu aðeins að anda inn í, ég veit ekki, 20 sekúndur eða eitthvað, þá eru Dusty búin að fara í þetta play og þá allt í einu er sjensinn á að nota þessa smóka. Einmitt. Ég reyndar spáði ekki einu svona í því þegar þú segir það einmitt að þegar hann er að skjóta Peter nú fer ég allavega í byrjunina þegar hann er að spamma hann í gennum smókin, hann er einmitt að fá þá á línunni hérna sem við erum með fyrir framan okkur, heilagt, en einmitt það gefur þeim info þegar þeir eru að reyna að klessa upp við vippan. Já, leið og drifur gæðana, þá veistu nákvæmlega hvað er að gerast. Já, einmitt, það er allavega einn að reyna að koma sér það nálægt að það er nokkurn veginn lesið. Þetta er ekki bara, það er kill. Það er miklu meira info í gangi heldur en það. Já, sérstaklega, þú veist, þeir drápa eitthvað gæja sem væri örugglega ekkert, þú veist, einn þarna, skilurðu, þú veist, það er ekki eins og þeir drápa alla sörk. Sem væri örugglega svona út í lörkið þeirra, skilurðu. Þannig að það er líka info upp á hvern þú dreipur. Hvaða leikmann, já, þetta er einmitt, það fer aftur í þetta er ekki face-it-leikur. Það er svolítið, menn spila sín ról og menn er að kalla þessi maður er dauður, sem þýðir miklu meira heldur en bara einn er dauður. Miklu meira info þarna. Við erum allavega tilbúin að fara í leik aftur þegar við getum í boði Red Bull baby. Þannig að henduðu okkur inn whenever og já, 6-0 er staðan eins og er, Vega ekki sátti með þetta, þannig að þeir svona ættu að, já, ég vonast eftir að þeir reynir kannski að sprengja eitthvað meira, en þú segir samt, þeir ættu samt aðeins að chilla með rándið í byrjun og svona kannski að reyna að sjá fyrir sér frekar hvað er að gerast, kannski dumpa utilityinu hjá Dusty. Já, og líka, þú veist, ef þeir ætla að kalla einhverja breytingu strax frá spáni þá ertu alltaf að taka gamble. Því að þú veist, rándið sem að þú kallar að sprengja ramp eða eitthvað, það geti nákvæmlega verið rándið sem að Dusty ákveða að byrja 2 á.
Já, einmitt, þannig að þú þarft svolítið Þess vegna svona, þú veist, kannski besta í stöðun að hægja aðeins á rándinu. Eins og, já, frábært. Það eins og þeir hafi verið að hlusta á mig. Allir stendur í spawni í svona 15 sekúndur á Valjú. Og Toxic finnur opnun ofan á það, kominn með vappan í terrarliðinni, þannig að þarna breytist smá. Sér hvað þetta gerir. Rafleið bara strax komin í rótið, búinn að bústa dabba upp á rampnum. Spammið reyndar þarna hjá Toxic aftarlega núna og sérðu að Tony, hann ekkert mikið að spá í þessu, spila bara hérna og Dabbi, staðan sem hann með svo sterk í þessu tilfelli. Deathcake, betri! Bittu, hann var... Hann í loftinu! Nei, hann ekki í loftinu, ja? Nei, þetta var eitthvað annað. Já, Disco var, ég ætla að segja, við sjáum þetta á sjónarhorninu, en já, einmitt, það hefði verið típist, sko. En þeir allavega fá opnin hérna, þetta lítur út fyrir að vera gott ránd fyrir þá. Tony fer ekki gegnum hurðina, hefði getað neita plantinu, en brennur hérna, heitt en ennþá safe. Semi-safe. En já, það bara einn maður eftir, það Pandas, hendi flassi hérna. Það slassaði gamli. Hvað, eitthvað að selja hans í þarna megin? Þeir enda bara að halda sætinu. Ég held að þeir stjórn ekki að færi því. Enginn að kaupa þetta, hann að... Hvað sagði þessum? Þeir líka ekkert að fara að hönda hann held ég sko. Þeir eru bara sáttir með að fá rándið, komast inn í leikinn núna og opnunin Eiríkur, Toxic, þannig að... Já, ekki hvaða heimir, hann líka einn úti með vappan. Góður punktur. 4 gæjar komnir vapp. Gæti alveg séð fyrir mig að það hafi verið svona, ég ætla bara að gera þetta, breyta ykkur þurftu þeir að gera og það virkaði, en sjáum hvernig þeir ná að strengja saman rándunum, hvort að það gerist. En vappinn aftur kominn, Dusty megin líka, Rafleið, þeir eru líka með þægilegan pening eins og búin að byggja mjög góðan banka. Já, þeir eiga eiginlega bara kaup næstu 3 rándin held ég. Já, svona þannig að þetta svolítið erfitt fyrir Vega að þurfa að ná öllu þessu, eða það að brjóta bankan allavega erfitt. En... Já, þeir eru bara að spila bara ránd núna, held að þeir eru ekkert að fara að brjóta neitt banka sko. Hvað ásættanleg terra skor í núkinum? 4 ránd, 5 ránd? Já, ætli það sé ekki 5. Ég skýt á 5. Svona ef við erum að tala um 50-50. Ásættanleg. Það er alveg, 4 er alveg... 4 er ásættanleg, já. Þú vilt að minnsta fyrir 5. Já. Þetta viltu náttúrulega 12 sko, en... Það er alveg svona á Íslandi þá myndi ég segja að terrin sé... Það er alveg mikil kiksla í terrinni á okkur sko. Og Rafleið spottar hann í öxlina og það þýðir að Deathcake lappi bara fyrir horni. Ég veit ekki hvort að þetta var... Hvað nú? Já, einmitt. Þeir eru að fara að telspáni í smóka eða hvað? Nei. Sörka að halda úti hérna. En þá, Peter, hann ætlar að vera duglegur hérna að sjá allt þetta. Þeir eru að henda í hérna út í smókana. Eru þetta Navi-smókar? Þetta eru Navi-smókar. Eða G2 smókar eftir í hvaða leið þú ert í. Sem þýðir rauninni að þeir lenda svona nálægt fyrir ykkur sem það viti ekki, en Peter staðsendingin sem hann með núna! Og ég sér líka annan í gegnum smókin. Pandas bjargar honum örugglega! Hann ætlaði að hlaupa í gegn í manni sem hann var í lótandi sem Peter. Finnur annað skot í gegnum smók, hittir þarna. Þetta svo vont fyrir Vega að missa leikmenn svona úti. Og Peter enn og aftur bara að vera, allt og sterkur hérna úti. Kitty Disco, núna komið í, eiginlega bara 1v1. Reynir það by the way, ætlar hann að labba inn á. Og Tony. Það hefur eiginlega gengið betur fyrir Vega úti þegar það ekki smók á milli þeirra og Peter. Já, það ekki. Það eins og, það vel þekkt að Peter fær eitthvað hidden buff leið og smókur upp fyrir framan hann sko. Einmitt. Make of that what you will. Ég er ekki að segja neitt en ég að segja eitthvað sko. 7-1. Og Vega eru ræðslega Þeir náttúrulega bara, þetta orðið þreytt sko. Ég veit ekki hvernig þú stöðvar þetta, ég meina að lágmarka bá fætana en hann gefur honum. Og þarna einmitt sýnir þetta aftur að Tony hann svingar út frá þessu að það sem að nokkuð opinn Deathcake nær að refsa honum. Deathcake var hann. Já, eitthvað Toxic er þetta dögur þannig að þetta kannski bara svona
tilbreyting. Það að spara hann. Ég held að það sé ekki einu svona vittlust, þeir kannski hanga þetta aðeins úti. En aldrei við ráli, hann ekki að sigrað smá. Tony, Það mætti búist við ráli. Ok, Deathcake með annað vappakill. Þetta núna Zerk og Deathcake. Zerk komin aftur. Það ekki að tengja þarna við Tony. Andarsásakið, en heldur áfram að leysir henni út fyrir ábyttu. Deathcake bara að sækja þrist hérna og Zerk komið með honum inn. Síðastir vissu þá var Zerk að labba úti í bak. Núna ætti hann að geta náð Tony. Tony tilbúinn, þannig að þetta Zerk 1 á móti 1 og við erum að tala 2 á móti 5. Ef við horfum á þetta alveg frá byrjun. Zerk tekur plantið. En hvar Pandas? Á leiðin í bak. En Zerk að horfa réttu megin að minna en ekki tilbúinn. Pandas endar þetta og GM lætur hann heyra í sig þetta með 2 heilum klippum. Já, passaði vinnu. Þetta TV. Þetta safnan TV-tæmi. Hann var eiginlega bara leið og hann var spottaður þannig úti, þá var hann byrjaður að labba í lobby aftur. Þannig að það voru alveg kannski 5 sekundur í minnstakosti í það að Zerk myndi halda hann verið í lobby. Hann var svo ógeðslega fljótur í rótiti. Það var eiginlega aldrei að fara að búa sig því. Nei, einmitt. 8-1 og já, ég meina Deathcake á vappanum, það skilaði ykkur en það var bara ekki nóg og það fer bara aftur yfir það sem við erum búin að vera að sjá hérna. Vega eru eins og bara ekki með nóg að sína og double up hérna hjá Dusty núna ofan á það. Dabbi kom með seinni vappan í rampinn. Nóg til að peningum þar og getur það bara verið nokkur rólegur þar leiðan hann færi línuna. Koma aftur hérna út í smókarnir. Þetta skipti Toxic og Deathcake. Hörðu? Vei, býtu. Það opin hurðin og hann tegir sig í gegn. Þetta var ískriðinni. Bara í gegnum ískrið hafa þær ekki fengið info að hurðin væri brotin. Hann bara sér alla leiðina í Pandas og Peter úti. Þeir eru konum með opnun. Og double up ofan á það af 3 leikmönnum eftir, þannig að þetta ekki auðvelt. Raflega allavega gerir þetta ennþá að rándi. Tony finnur síðan með spammi og þetta aftur orðið 3v3 og núna hann að sækja í línuna. Þeir ætla að fara rampinn og gera hratt en Dabbi með vappan hinum megin og nú eru þeir ekki sláttir, reynir við seinni en hann næra að koma sér lifandi inn á rampinn. Situr núna á rauða gám. Rafli finnur annan, það Deathcake, hann er alltaf by the way og þeir vita hvar hann er. Og þetta lítur ekki vel út fyrir Vega. Ó nei. Tony spammar hérna í ískrið og finnur hann bara mótið by the way, opnar þetta. 2 kills og þarf að sækja ace. Klöts hérna til þess að ná þessu rondi aftur. Lítill tími eftir og Tony með bara flotta línuna að kíkja annars lagið. Vissir hann af þessu? Býttu, hann að kíkja... heitt! Plantið kemur. Klikkaði smókurinn eitthvað. Sjá þetta. Bara konum með turnana tilbúinir. Það var NT. Já. Ekki kill hann í byrjun en að labba bara í vappan. Ekki Toxic hérna í vippanum aðeins og fljótur á sér. Ískusmókurinn var ennþá uppi og enginn gatt bjarga honum. Nei, í rauninni. Var það kannski bara ómikið svona, herði, við eigum að vinna þetta rámt núna. Já, hann hefur örgulega, þú veist, hann hélt bara að hann væri með timing, en svo var hann ekkert með timing. Nei. Hefðu þeir átt að sprengja meira í kjölfarið þessu, kannski? Þetta var svona... Já, taka athygli. Þú veist, ef þeir væri að spamma hana ískursmókinn, þú veist, þá myndu þeir ekkert vera að horfa að vippa, sko. Akkurat. Eða bara bíða smókinn. Já, bara það, já. Þólum með þeim. Deathcake með K-seta hérna. Fyrir Brian að ná þessu, en... Þeir eru konum með mann ofan yfir Sigrid-ásækið og þeir eiga nú að vita því, eða ekki? Peter allavega kemur sér niður. Ég ætla að skjóta á nei. Allavega þeir gruna það, Peter, hversu framalega fer hann. Það er að halda línunni
fær þetta Peter í sig, reyna að refsa þessu, náð því, Toxic, treytar hérna og heldur því að vippanum, Rafli kominn í gluggan, control room og núna aftur eru þeir bara 2 eftir á 4 og þetta, þeir eru bara að gera þetta of erfitt fyrir Vegan. Eiginlega engin leið fyrir á til að vinna þetta og Dabbi er bara að lappa í hann hérna, gerir það vel, Deathkick núna 1 eftir á 4 með bombu að vísu uppi en þarf að gera læti í sér. Tony er líka bara situr í bækinu, tilbúin að svinga þessu og tryggir hérna 10. rándi fyrir Dusty í mappickinu hjá Vegan. Já, ég meina Vega eru alveg að byrja rándinu vel og gera réttu hlutina í byrjun en þeir eru bara að vera átklassaðir í midrándunum. Ég meina, þú veist, eftir að útismókarnir eru búnir eða þú veist, þeir þurfa að taka ykkur ákvörðun þá er Dusty bara einu skrifa undan. Þetta er ólíklegu leikur fyrir Vega til að vinna. Já, þetta er brekka. Þetta er, sko, já þeir eiga svið til hliðan eftir en ég held að Dusty séu líka bara sterkar að terra meginn en eitthvað er. Já, og þeir eru verið með svona leik þessi glefa þetta endar 11-1 hérna í hálfleik. Þú getur bara rushað inn á hérna allan hálfleikin og þú myndir örugglega að vinna allan 1 ránd á því. Innipop, býst ég við. Þetta tilbúin, kemur Blassið eftir smá stund, ekki strax smókur og svo Blass og þá ætlar að strauja inn, vantar störflindur en spreyjar heldur inni og þetta er bara þurrkað út fyrir þá. Sverk núna hérna 1 á 5, getur ekki gert þetta, þeir eru bara fljótir að treyta þetta út. 11-1 er staðan í mappiki hjá Vega fyrir Dusty. Súr leikur fyrir Vega núna og ennþá súrara er því að missa pistolið en sko, þeir ættu núna bara að vera að horfa á þetta sem kannski uppbytunarleik fyrir næsta leik en ég veit ekki, sko, þú getur ekki strákar, við getum þetta, þið getur sagt það en Já, þú meina fyrir næsta mapp? Já, afsakið, næsta mapp, Þetta er bara undirbúningsleikur fyrir þetta play-offi bara. Nei, afsakið, næsta mapp, ég færi nú ekki að gera þeim svo illa, þetta er ekki búið alveg strax, sko. En já, þetta er mjög ólíklegt að taki þetta mapp og að Þeir eru með 5 díklur. Hvað, þetta er BM og eru líka bara að spamma að láta vita því. Þeir eru bara með, ég held að þeir keyptu 5 díklur og 5 díkója. Já, þetta voru díkója. Það står ég þessu úr því. Ég myndi segja Uspun alveg góða í, já, Peter með eina díklu með hana, fyrstu, aðra og en þetta er ennþá heimur þar sem þeir geta tekið þetta. Skaði hérna gerður. By the way, oh my god, 1 á 1 og Rafli kemur sér niður. Síðast vita er upp í rampinum, þetta gæti verið hættulegt fyrir hann. Ætlar hann að reyna að sækja í hann er aldrei að fara að búast í honum þarna. Klára þetta. 12. rándið fyrir þá. 5 díklur og Hvað kemur næst? 5 skátar eða hvað? Ég gæti alveg, sko. Nei, þetta var AK. Ég er óánægður þegar leikmenn gera eitthvað. Revolver, Nova. Sko ég er óánægður þegar leikmenn gera þetta í svona official leik með að bara svona leika sér eitthvað með kaupið en þú veist, 12-1. Þú veist, við finnst þú hafa eitthvað efni á því núna en Revolver, eru það að fara að sjá Revolver kill? Ólíklega, þetta er örugglega ein versta byggt. Ég er bara alveg sammálaði. Ég held að það sé meiri líkur á Novan hitti eitthvað, sko. Dabbi með Galileo. Það er því Deathkick breytar Heyrðu Nova. Já. Heyrðu. Sko, nær tengingunni, Toxic búinn að gera skaða fyrir. Núna eru þeir 2 eftir Sverk finnur opnum líka. En Pandas þarf bara að ná að hreinsa hann og meiri segja ekki ætlar hann bara að droppa eða. Já, nei, ok. Hann fer bara á mótunum með diglu, haldandi á AK með diglunu uppi, hittir hann hérna í gegnum veginn. Diglu, er þetta ekki revolverinn? Þetta er revolverinn, það er revolverinn. Hann er með revolverinn. Og Nova er komið í vippa. Nei, please ekki! Er þetta revolver kill? Já, og lokar að það meiri segja með revolverinnum. Það er,
Já, eins súrt og að gerist held ég. Já, ég held ég endurtaki bara orðin sem ég hafði þegar við sáum hérna Vega line upið, bara Guð blessi okkur og Guð blessi Vega. Já, eiginlega, þetta er svolítið erfitt fyrir þá að gera eitthvað á móti Dusty þarna. Þetta er ekki leikurinn sem við ætlum með double stand-in, sko. Nei, en ef það er eitthvað sem ég geta, já, just ég fer aftur í það, þetta var upphitunar mapp fyrir þá, afsakið. Já. En þeir kannski geta svo sem svona komið sér í eitthvað í gang og svona, ok, við vitum hvað virkaði og hvað virkaði ekki, eða þeir vita reyndar ekki hvað virkaði, en þeir vita hvað virkaði ekki. Þannig að þeir geta allavega að fara í næsta mapp kannski með smá tilbreytingar, geta rætt aðeins saman, svona, ok, allir komnir í gírinn, eða hvað? Jú, sko, ástæðan af hverju ég var svona efins með nuke-picki hjá Vega er að því að, sko, þegar þú pickar nuke, þá ertu að taka það ákvörðun að þú ætlar að byrja terr og þú ætlar að byrja terr á nuke og það er alveg sem svona inngangurinn þinn inn í leikinn, þá er það svolítið röf. En núna þegar við förum yfir á Mirage, mappi hjá Dusty, þá byrjar CT og það er aðeins auðveldra að ná stjórnarleiknum þar. Já, byrja allavega CT. Já, það er þetta þegar þú ert svona, kemur kannski kaldur inn í leikinn, menn að spila kannski, þú veist, svona öðruvísi en þeir eru vanir að því að þeir eru með 2 lánir og búin að fiffa í stöðum til þess að komast, þú veist, á þann stað að geta spila leikinn, þá er svolítið erfitt að fara ískaldur inn, bara beint inn í nuke terrsite, sko. Einmitt. Sérstaklega með hérna fyrstu 3 gunroundin þar sem að Peter er bara að drepa alla í gegnum smoke. En Mirage, þetta er svolítið svona örugglega eitt mesta puggy map sem við varum með. Þannig að ég meina, óskum við bara góðu gengis, segir svolítið leiðilegt að segja þetta svona. En við þurfum allavega að sjá, við þurfum allavega að taka stutta pásu áður en við sjáum hvort að þeir geti komið tilbaka í Mirage. En við sjáumst aftur eftir þessar auglýsingar eða hvað? Afsökið, já, eitthvað smá frósið, en já. Yes, við sjáumst aftur eftir þessar auglýsingar hér. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala um alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum swissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 4 100 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi hússins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann er kerið 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að gæða. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, mann. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s to 10, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfið Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en ekki svo gott heldur.
Velkomin aftur, það þá map 2 framundan sem að verður Mirage. Við vorum að koma úr sjóðheitum leiki, núk myndi enginn segja. En já, Árni, hvað þarf eitthvað að gera núna? Ég vildi eiginlega bara sjá þig þarna taka bara introið aftur eins og útsendingin væri að byrja. Já, bara gefa þeim bara break. Velkomin í ljósæðardeildina. Við erum að taka fyrsta map þar sem við sáum þá bara technical difficulties. Einmitt. Þeir eru bara rískiptum. Maður lokkaði þessi inn á server í byrjun, sko. Já, hvað geta Vega gert? Það er stór spurning. Það er eiginlega bara... Ég held að þeir þurfi bara að, sko... Ok. Bring it. Ok. Það sem þeir þurfa að gera. Þeir þurfa bara að fara í full turtle mode. Bara 5 saman. Okay. 5 saman. Bara vera að taka AX ekki inn og þú veist, vera bara, þú veist, við ætlum að taka mitt, við erum 5 í því og svo retaka það bara saman. Skilur, vera bara alltaf svona saman. Einmitt, ekki skilja neitt eftir einan þar sem að þeir besti menn geta komið og bara slegið. Já, því þeir þurfa eiginlega að manna advantageið. Og að þeir hafa verið, þú veist, það sem að Dusty er ógeðslega góður í að þeir eru ógeðslega góður í að treyta út. Þannig þú nærð kannski einum úr Dusty, en hann er bara strax treytaður. En ef þú ert með fleiri menn, þá kannski nærðu að komast áfram og þá getur þú snowballað lengra. Annarkvæmst það eða þeir, þú veist, feli sig aðeins meira á baku stöffið. Af því að þeir, sko, ég er ekki að segja þessu eitthvað viffa eða eitthvað þannig. Það er svolítið svona erfitt fyrir það að þeir eru mikið að labba inn í línur. Ég meina, þú sáum það oft þarna Rafli á A-sætinu til dæmis að hann var bara með vappa að halda ykkur í línu og svo fekk hann bara auðveldast að kill lífsíns. Einmitt. Ég skil þetta og við allavega förum inn í leik bara núna eftir skammarstund en já, það meikar sens að þú þurfir svolítið að svona breyta til og þetta er kannski mappi sem að leyfi að gera það, kunna allir að spila þetta og það er lengi verið þekkt með þessi executes, þeir allavega að kjósa að fara á A-sætið og eru nokkuð þéttir, það er einn leikmaður sem er kannski svona plan B hjá Rafli afsakið en hann er reyndar að fara í undir þeir ætla að negla á þetta A-sæt, lítur allt út fyrir það. Sikkura megin á server Peter kom með opnum en aftur Digla til að opna hann er treytaður út, Toxic nær honum úr Þetta er double fake. Þetta er double fake, það er rétt sér og þeir reyndar eru komni núna og eru búin að bösta þetta. Surf er svolítið opinn hérna, Dabbi og Rafli komnir í hann, búin að klemma á hann, þannig að nú er þetta Kitty og Deathkick saman tveir. Erfitt að lappa hann í gegn og Rafli er einmitt að halda þessi Kitty stekkur akkurat inn á sama tíma en 1 á 3 ef við teljum fyrsta killi með núna og erfitt. En núna eru þeir líka bara að spila saman. Dabbi heldur hérna headshotinu í stiganum. Ætlaði að fara með eitthvað þarna. Þetta pistol var, sko, vanlega þegar maður sér eitthvað gæja, sko, vanlega er það P250 en ekki Digla í rampinu. En þegar þú sérði eitthvað gæja eitthvað að fæta með P250 og hann er bara seldur og það er enginn með honum, þá heldur þú bara, ok, þetta er bara gæja að reyna að fá rotate og svo koma þér B. En í rauninni var Dusty bara að double fakea, þeir voru bara að gera þetta svo að Rafli kemist tengihratt og svo komu þeir eftir á og í raun seldu bara Peter. Það er svona defies your expectation pistol. Já, það er svona áhugavert, þeir eru með svo mikið í vopnaborinu sinni hjá Dusty. Þetta er 100% bara eitthvað pistol sem eitthvað stóð mót í face-it og þeir rændu sko. 100%, þeir eru endalaust á þannig playum held ég sko. Það er bara, endalaust held ég. Deathkick sammála með 5-7 nær ekki killinu, Pandas tilbúinn, spottar hann undan, hann hefur ætlað að fara lengra en að fá... Þetta er okkar Andigo. Þetta er ykkar Andigo. Já, það er þessu. Spottaður og opinn og hættulegur og komnir. Þetta er erfið staða, hann nær einum en erfitt að komast í burtu frá þessu. Tony nær honum. Bæði reynir að aðstofa hann en þá er þetta Sörk og Toxic núna 1-2 eftir. Er að vísu á móti 2, bomban finn niður og betri byssur á Dusty. Spottar í hann, smókaður út, glugginn eina leiðin inn. Ralli sem aftur bara að spotta og Tony bara að spækja á móti og þetta er svo vel spilað hjá þeim. Það er bara, þetta er allt of erfitt fyrir þá. Þeir gera þetta svo erfitt. Ég veit ekki hvernig þú ferð úr þessu, hvernig þú kemur inn í leik. Það eru Diglur á Vega og 5-7 P250s. Opnanir, sækja þær eitthvað staðar en Dusty núna með bara mjög þægilegt kaupir sig. Mac-10 eina svona sem að er svona random faktorinn en hann getur líka bara farið í endrið. Hann er þetta einn út á miðju með Mac-10 af öllum stöðum til að fara með hana.
kannski bara selja það. Hún stengi með henni hratt. Hann líka bara að ná því. Hann með þess að killi á shortinu. Kitty Disco treytar en engin annar á staðnum. Þeir eru á rétta stað. Meiri hlutin af vegamönnum núna. Ná þeir að stöðva þetta eitthvað með þessum bistum. Hvað? Sörk kom með en var neykir hérna og Peter og Panda saman og tryggja þetta. Flottar pistlur hérna hjá Sörk, það hann ekki 3? 2. 2, jú, það var Kitty Disco sem að færa hérna fyrst á shortinu. En ok, allt í lagi myndi ég segja svona miðað við. Já, ég meina Vega eru að spila alveg meira saman myndi ég segja heldur en þau voru að gera í njúkinu, þannig að það búið gott. Double up til að byrja með fyrsta kaupið. Það mjög áhugaverð ákvörðun sérstaklega sem að Dusty eru búin að vera með mjög mikið tempo í þessum leik. Já. Þeir vappar eru örugglega að fá eitthvað möppu í andlitið, nei, engin makka, en þeir eru örugglega að fá AK í andlitið. Sörk stekkur niður, smókar það út líka, situr hérna undir. Ykkur sprengir smókin og reynir að býta út frá því. Sörk ekki tilbúin, hann flassaðar alveg út nær einum en annar maður kominn í konnan. By the way, einn á A-sætinu, hættulegu stað en ennþá ákveð Deathcake sprengir dabba þarna. Þeir eru að gera gott úr þessu. Lágur á HP, ennþá með einn vappa í leiknum. Pandas komin upp í konna og þeir eru allir 3 þar, hópast saman. Stefna á A-sætið, Olla hitta út. Anna. Breytaði út snemma, bæði við allavega nær einum ára að missi sætið og þeir eru 3 í retakinu. Spottar hérna Tony. Þeir eru plantið, hann spamma mjög lágt niður, 20 HP hætti við plantið og þeir vita það. Þannig að nú eru þeir að bíða að spila þetta saman. Rafleik kominn til að aðstoða, stekkur hérna upp á. Ætti að hafa spottað í höfuðið á Sörk en Kitty Disco kaupur þetta ekki alveg, fer núna út með þessu nær einum. Þá var þetta allt á Rafli. 1 á 2, nær fyrsta. Deathcake núna með vappan, kemur sér í línu, nær hann killinu, yes sir! Þannig að þeir ná að koma sér í fyrsta rándið. Erfitt en samt sem áður tryggja þetta. Plantið fór niður. Þannig að það er peningur yfir 1. Já, og yfir 1. Já, þetta er dýrt. Mjög dýrt með þess að maður til að báða vappana en þeir geta brotið bankan hjá Dusty. Þeir eru ennþá samt að kaupa, ætla að henda hérna alveg niður í það. Þannig að... Ég held að þú sérð ekki Dusty með rast hersætt, ég held að þú sérð ekki að vera að sjá eitt stakt íkó frá þeim. Það er bara svoleiðis. Ég held að þeir séu örugglega bara alltaf að fara að kaupa, sko. Droppa einhverjum AK-um og eitthvað, en eiga þetta nógu í byssur og alla núna. Og núna er hægt fram til þeim, það er áhugavert. Já. Sprengja B. Mollin framalega, Pandas brennir ekki þannig að það kemur ekki tikkan til að gefa það info. Deathcake næstur til að heyra eitthvað info. Kitty Disco að jumpspotta, hendur að línu gott spamma ætla ég að segja. Hann heitir, hann heitir. Þeir fara út á þessu og hann er ekki búinn að aðstoða. Nei, hann kemur sér ekki í línuna, þeir missa B-sætið. Þeir er allt og hratt frá þeim. Þetta er spar. Þetta er bara spar. Það er eiginlega bara ekkert annað í stöðunni. Hvað þá núna? Þeir eru bara búin að ákveða það. Ekkert að gera það. Þetta er bara allt og snemma. Fyrst hann dó inn í kitchen, sko, já. Sörk tekur ekki sér. Greinilega. Ætlaði að segja að missa kannski M-fjarkan, en hann kemst allavega í burtu. Pandas er ennþá í höndinu. En ég hugsa sýnir smá agreement hérna að fara ekki lengra með þetta. Ég segi það, þeir eru enda bara... Já, 100 sko, Pandas er lágur en hann er samt örugglega að fara í þetta. Já, ok, eitthvað sett hann í jól. Eitthvað sett hann í jól. Ísbeitur þarna. Þeir eru ekkert endur þessa penning heldur. Og flass þarna hefði þeir verið að, já, húsa, komið smá counter þarna, en þá að halda einni vissu. Dusty eru bara að segja núna, heyrðu, við erum bara mikið betri, þannig að við ætlum bara að execka á ykkur og það er ekkert sem við getum gert í því. Já. Þeir hafa örugglega rétt fyrir sér, því að ég býst við að þeir séu alveg búin að fiffa vel í stöðum, sko, for one þá spila Vega ekki mikið Mirage og þeir eru búin að fiffa í stöðum út af Láner stöðunni hjá þeir.
eins og ég held að Kiddi Disco sé ekki B-spilari hjá þeim sko, en hann var að taka mótið þessu pussi hana. Þannig að svona basic executes ættu bara að vera nóga mikið að slá á þessa leikmenn. Sko. Sækja hérna info í rampinum, enginn þar, þannig að þeir geta nokkurn veginn verið tilbúin. Ef að bæði veginn nær að stöðva þetta strax, má okkur kemur nógu snemma. Þeir var í gegnum með það. Með flassi. Þetta alltaf bæði veginn núna. Vita á honum. Hóttinni, já, vita á honum. Pandas nær ekki tilbúinni. Brennur næstu í dabba niður hérna. Rafli kom með línuna í kitchen. Toxic klippir feitulegið hérna. Enn og aftur. Búnir að opna þetta og Sörk ætti að hafa heyrt í Peter hérna. Sýnist það, já. Kemur hérna fyrir hornið. Peter mun labba í hann en mun hann klera Sörk. Deathcake hinum enn í klerar hann en Sörk bara betri. Tekur byssuna þarna yfir. Komin á miðuna. Og það enn og aftur spari honum. Engin leið til að reyna þetta. 5-1 fyrir Dusty snemma núna og þetta einmitt þeirra map pick. Já, Dusty eru líka bara í, hvað segir maður? Þeir eru í in the driver's seat. Þeir eru í... Ég verð ekkert stoppað frá því í síðasta leik, það bara hannig. Íslenskan er að falla hérna hjá mér eins og í ökusætnu. Þeir eru í ökusætnu. Bílstur á megin. Já, þeir eru bílstur á megin. En sérstaklega því að núna, ég meina, þegar Vega nær ekki að höndla þessi take hjá þeim, að, ok, þú hefur þá ákvörðun annarkvort þetta að fara að stakka take-in, en þá fara þeir miðju og rústa þér, eða segjum að ég slakki B og þeir fara og Dusty fyrir A. Þetta er ógeðslega erfið ákvörðun til þess að ná rétt, sko. Nefnilega. Og Vega eru búin að vera að sækja info á undan að þeir fá ekki neitt strax í byrjunum. Það er búin að vera að gera info, það er bara ekki nóg. Íbæra bolla er út núna, bæði veginn fær hann og getur þakka fyrir það. Þeir eru með opni núna, en þeir verða bara að ná að halda því þannig. Bæði veginn finnur annan Dabbi hérna í... Dabban í smók, eða? Hann spammaði örugglega eitthvað. Getur verið að við síðan rétt ára á smókunni blómaði. En Pandas komin hérna út á miðuna og þetta ennþá stefnir í A, þar sem að 3 menn eru tilbúinir. Kitty spottar hann ekki hérna. En Eiríkur, Toxic, heldur lífinu hérna, Sörk finnir annan og bara Tony, en Tony ekki með höfuð til að klára þetta leik, þannig að 2 round fyrir þá. Núna, Bappin, allt í lagi, utility, allt í lagi, peningur, Dusty, já, taka kaup hérna. Er bara engin heimur það sem það er spara í Mirage. Það er bara... Ég held ekki. Það er bara svoleiðis. Ég sé það ekki fyrir mér. Þetta áhugaverð ákvörðun hjá Dusty að fara frá X-Econum sínum þarna og spila aðeins meira default round. Ég meina, Peter reynir að bjúsa mollan þarna, nær því ekki og þetta svona fellur stundur eftir það, sko. Framalega með mark. Blasta inn, reyna að ná Sörk. Hann er ekki að spreyja yfir á Pandas. Hann hleypur bara með byssuna uppi og Tony tekur 2 sín á shortinu. Og þarna sjáum það bara, ef þeir fara hratt á þá er þetta bara allt og hættulegt. By the way, með... ok, gerir gott úr þessu, en enn og aftur, Deathcake núna 1 á 2, 1 á 1 núna, heyrir í síðasta manni. Peter þetta bara hratt í, hann rauðir fyrir það bara, wow! Jarfur, nei! Peter! Þetta er óþolandi leikmaður. Ja. Þetta brýtur eitthvað í manni, sko. Bara, hann er ekki eins og hræddur við að, hann sælættir ekki eins og niður. Já, meinar ef það er eitthvað eftir 13-1 tapi í seinasta mappi, meinar við? Já, brýtur restina? Já, ætli það ekki bara. Þú veist, sko, kannski. Þetta er bara... Þetta er alltaf svona sometimes your opponent is just having a good day. Já, einmitt. Ég sjálfur ætli þetta hafa komið í loading screen hjá hann. Ætli það ekki. Sometimes your opponent is having a good day. Peter er hinum með... Deathcake. Þetta er orðið svo scrappy bara. Já, eiginlega. Þetta er orðið svolítið bara svona, hey, strákar, chaos. Allt í hennu Átti komin inn á, já. Þeir verðast alveg verið til í að spila hennar chaos leik. Já, 100p. Þessi chaos leikur gefur basically bara 3v3s og 4v4s og Dusty eru mun betri að leysa úr þeirri stöðu. En Vega, já, þetta einhvern veginn, sko, þetta endar alltaf því að þeir eru færri á móti fleirum og
tala nú ekki þetta að þeir núna bara fá eins og það sé sem að hann býttu Tony reynir að beygja hausinn bæði á kameru og í alvörunni, en spreyja og dabba, klára þetta, Kitty Disco fellur hérna og já, þetta eiginlega bara orðið, þetta bara orðið einn góður pöggleikur. Já, þetta orðið bara einhver veistla, sko. Ég held að Dusty séu líka í þessu rándiði strauð út miðju og ég taldi allavega 1 flas, en ég held að það voru ekkert mikið meira en það, sko. Fóru bara vítt, sko. Og allir svona, nokkuð... Sörk komin á afa núna. Það verður að breyta til. Deathcake á XM, vondur hann ekki að fara að skjóta vini eins og í seinasta leik. Þetta nú klassík staða fyrir XM-in með offangularna, þannig að mennirnir eru svona oftar en ekki að kíkja shortið. Hvort molli hann út á undan, það einn molli á dabba, en hann ekki á þessum stað. Eins og Þetta heldur hérna bara að þeir reyna að sækja info, en því bara neitað. Dabbi að koma sér í hlýja-appsið og Dabbi ætti að geta molla Deathcake út í einhvers veginn. Það reyndar kýsa að fara bara niður og þeir eru að negla á AI núna og Ravli og Peter eru bara búin að opna það. Sörk og Deathcake með, ekki beint byssurnar. Þetta er bara með, allt á close range og allt á long range byssu í eitthvað retake á móti 5 Dusty leikmönnum. Þetta er off, þetta round, en eru svo sem með fína stöðu til að halda þessu, en sérðu það líka bara Dusty leikmenn, þeir eru strax farnir í sem í höndina. Já. Þetta er, Þetta bara, Þetta er bara nefnilega, Paravision leikur á Vega, bara spar eftir spar og það er að vera fá sparið. Ravli vingar í línuna, framhjá vappanum, pressan komin. Deyja 2. Já, Dusty, það er reynda rétt. Sitja þarna á bombinni. Já, þá hætta þær við að elda þetta. Já, ég meina, núna erum við aðeins að ferðast úr því að Vega eru að tapa einhverjum midroundum í það að Vega eru bara að tapa fætum, sko. Já, eiginlega. Það er ekki sem að kælir í þér meira heldur en að tapa einhverjum leik. Þannig að, þú veist, það er alveg, þú ferð að viffa þegar þú ert búin að vinna 3 round af seinustu, þú veist, 20 og eitthvað, sko. Akkurat. Dettur út hérna og fær góða opnum, Pandas hleypur í gegn. Hann er 4 HP. Was it worth it? Steinleikur. Þetta var insane. Bara 96 HP brent til að taka konan. En þú sér það hrindir þeim allavega í burtu. Það getur verið fleiri þarna á svæðinu, þannig að þeir eru komni með miðjuna þó þeir vita það ekki. Deathcake ennþá með XM-in, þeir vita ekki af honum og hann er að koma þetta undir. Dabbi að halda með bombun á T-spawn, en Deathcake eins og ég segi er að labba hérna undir. Hann snýr reyndar við núna. Þá bara er inn á aðsætti. Ravli með opnun, Sörk með línu. Sörk hittir ekki. Stekkur úr línunni. En þá kemur Maru Apps, yes sir. Og það er bara búið að afheysa hann. Og XM, 1 eftir. Hvað gerir þú? Þetta er 9. rándi fyrir Dusty. Og eiginlega bara ekkert sem hann getur gert hérna. Bara næstu frammi á Tony, en já. Það er ekki eins og sýnd okkur það. Brosi bara, það er... Já! Við getum verið jákvæða með það að Vega eru búin að tvöfalda rándin sín. Með við rándin sem við vorum með í Nuke. Að vísum. Já. Ef við ætlumst til þess að leita að einhverju. Einhverju positív til að segja við þá. Það er rétt. En þetta, já, stundum verður þetta bara svona. En ekki glemma því, Vega eru þetta staðfestir í annarsæti. Já, við getum farið í það. Vega eru staðfestir í annarsæti og staðfestir í playoffin, en þetta er svo sem samt leikur upp á sterkasta liði í deildinni og Kitty Disco finnur þarna Pandas, það er eina á opninu sem að þeir fá, Tony og Pandas finnur opninu undan því og
Þetta já, enn og aftur bara 4 á 3. Þeir eru búin að fækka leikmönnum hjá Vega og gera þetta erfitt fyrir þá. Ofan á það, þá eru kaupin ekki góð því að þeir eru allir að spila sinn eigin leik, allir að sækja eitthvað wild beat. By the way, spottaður, vita hann. Peter heldur pressunni. Sörkna ekki einu sinni manninum tilbúin að taka hann ekki eftir spotur ferður. En by the way, núna einn að halda A-sætinu og Peter bara tilbúin. Þannig að þetta alltaf Deathcake, vita hvað hann spilar og vita að hann, já, þeir eru með örugt plant. Svo lengi sem að þeir fara ekki í opið plant. Deathcake alltaf að reyna þetta, eða ekki? Já, last round. Ég hef náttúrulega bara síðast rándi og einmitt. En mér finnst líka bara ofan að þó það væri ekki, það bara þeir þurfa eitthvað. Og hann komin hérna, en það bara ein kúla sem að þarf til að klára þetta og lítur ekki vel út fyrir Vega. 10-2 endar Dusty aftur með 2 stafa tölu í hálfleik og pistol eftir og það svolítið svona skrappi getur verið eða bara hvað sem að gerist í pistolinu. Segir ekki alla söguna en mér finnst ekkit ólíklegt að Dusty taki bara pistolinu líka. Já. Ég meina maður veit aldrei, ég meina þeir getur bara rusha B og Dusty stakka 3A og Ferðu aftur í það sem að þú sagðir í byrjun að vera svolítið turlaður upp og þetta kannski forsar á í það verandi terra megin. Það er ákvörðun. Það er ákvörðun, en það er samt, þannig sé rétt að calli, það er enginn að halda þeim á miðjunni, en þeir eru að búast við aggressioni á miðjunni. Peter, og ég meina þetta er svolítið gefið það, það er ekkert að gerast neðst annars þar á mappinu, en Peter er kominn, enginn að halda glugga, allir 5 komnir út, Peter mun heyra þetta áður en hann þarf að skjóta, en fellur niður, Sörk finnur hann, en það er vita hvað er í gangi. Panda situr ofan í samlokunni og hann bara skýtur í baki hérna, vanda sig. Ok, þeir fá sætið. Og Rafli í bak. Nei, yrðu. Þetta klítur að vera elska, já. Maður heyrði poppi í chat þarna. Þetta var eitthvað frá Deathcake. Þetta var eitthvað svoleiðis. Dabbi, 1 á 3 og spottaður núna. Hann pressa ekki verið á mótið en Sörk. Neglið þetta. Opnar og lokar. Núna vildi ég sjá fagnaðarlætin frá Vega. Já, vantar eitthvað umfag í komsinu hjá það. Maður sér ekkert í gangi, sko. Þarna Sörk kom bara, let's go! Bara komnir í gang með þér, já. Þetta er ekki eins og, sko, ef við strókum út allt sem búið að gerast í leiknum hinga til, þá er 10-3 ekkert, það er galið skorlæn, en þetta er ekkert alveg, þið voru að vinna pistoli, þú getur alveg unnið leik, þetta er ekki búið. Þannig að þetta er langt frá að vera búið. Þannig að ef þeir kannski hrista af sér og bara koma sér í gang núna og fara að pingponga meira á milli, þá getur þetta alveg oftast, en svo enn og aftur, þá er Peter á server, þannig að það eiga við hann. Bíkluna, heldur ofna að opna hérna, pressar á Rafli, Rafli er lágur, en Rafli heldur samt línu með skátunum. 3 á 4 núna, Lassi kemur, Pandas er blindur, Smábröðu þarna og Deathcake núna. Pæla nær engri átt hvernig þetta féll í sundur. Þeir eru ánsjóks lifandi þarna, 3 gæjar með 30 HP samtals. Mér finnst ég blikka á augunum og það eru 3 leikmenn eftir að Vega. Forsaru? Já. KB og Saga er í overtime í fyrsta mappi. Overtime í fyrsta mappi? Og hvað það þýr með þessu áframaldi. Ef að við klárum þetta snemma þá munum við fara yfir á KBJ leikinn til að sýna fram á það sem að hann skiptir mjög miklu máli hvort að KBJ geti haldið áfram, komist í playoffs. Þannig að haldið ykkur ennþá í sætunum eftir það, en fá opnun hérna, það er Toxic sem að finnur opnun á miðunni, treytaður út, Peter með grinu. Nær Sörkarna sem að reynir að opna á B. Ekki mikið í gangi. Deathcake komið niður, en við þetta hvernig er þetta góð spurstu. Nær samt að koma sér í smá örugt skjól, en voðalega þetta getur gert eitthvað hérna. Flassið virkilega. Ó, greina, bye bye.
Glotter þarna var hann að ná einn með þessi til að byrja með. En já, erfitt ránd fyrir hann, 12-3 er staðan og já, núna myndi ég eiginlega bara segja þetta búið. Við erum að horfa á peningin hjá Vega og það er bara ekkert til. Það eru díglur þarna, en þetta fer bara aftur í það sem þú sagðir fyrir leik, er að Dusty eru bara svo góðir að treyta og spila af hvort öðrum að þeir gefa ykkur ekki, þó þið fáið ykkur að díglur í byrjun, þá klára þeir bara midroundin allt og vel. Jep. Þannig að já, þetta er ákveðið marathon fyrir Vega núna, en Dusty er stefnilega ölluleikir búin að tryggja sér hérna 2-0 sigur og þá enda deildina 12 stig á sér. Vega er samt ekki dottnir út, þeir munu fara í playoffin. Segir bara hvor megin á hliðinni, þeir eru í bracketinu. Já, þeir eru bara komnir í undanúrslit. Já, það er með réttið. Undanúrslit fara beint í undanúrslit þessi 2 lið og sjáum við hvaða 4 lið mætast í quarters og já, þetta er bara búið. Það er bara ekkert annað í sögunu það. Deathcake og Sörk, 1-2 eftir. Deathcake spottar Tony sér hann líka bara að droppa þarna niður. Það er allt á Sörk sem er hinn með á mappinu, ekki með bombu. Alveg nær 2 díglum afsakið, ógeðslegum díglum, en samt aftur ekki með bombu. Hún er á rampinum, þeir að vísu vita það ekki hjá Dusty. Tony komin út á miðjuna núna, en alltof erfiður leikur fyrir þá. Það er sigur, það er, já, 2-0 fyrir Dusty og ekki var þetta nógu samfærandi hjá Vega. Vantaði leikmenn hjá þeim, svo sem úr main line-upinu, en breytir ekki því. Þannig að þetta er svona. Við allavega getum farið yfir í KPO sögu. Við allavega, já, vorum að fá það núna í eyrað að við ætlum ekki að fara strax í þann leik, en við munum taka KPO sögu. Þeir eru að klára fyrsta leik, en hann ætti bara að vera að klárast núna, þannig að við ætlum að taka stutta pásu fyrir það. En já, Vega, þeir... What a game. Sko, já, what a game eiginlega, nákvæmlega. Ég veit ekki hvað getur sagt mikið, en bara þið öll heima sem að sáu þetta, þið sáu það saman við. Það er ekkert mikið til að tala um. Dusty voru bara betri. Já, þetta var bara eitt snöggur fyrir svefnin bara. Eiginlega, það má segja það. En já, svont sem áður þá eru bæði liðin örugg og í einmitt eins og segir undan úrslitum. Þannig að þetta verður 6 liða bracket, þannig að við fáum 2 lið í quarters fyrir, eða 4 lið afsakið í quarters og liðið sem að vinna þar mætir síðan Dusty og Vega sikkur megin í bracketinu og spila þá upp á að komast í úrslit. Já. En stutt pása á okkur og við ætlum að halda síðan áfram með KPJ Þór sem er á hinum endanum. Ekki vera langt því að þessi leikur skiptir máli hvor fær að halda áfram eða komast í þessi playoffs. Já, bíllinn er nýlega búinn í gang, sko. Það er 2 eftir áferðinni og hann er alltaf farið til hekki og allt sem hann er alltaf farið. Og hann er líka nýlega yfirfarinn, og skiptum olíu og það skiptum allt í bremsu. Fyrst að posta allt og hann. Nei, þú þarf ekki að pæla í því. Við sjáum hann allt eftir því alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Þessi bissa er eitthvað stóð. Nei, hann sé ekki dauður, sko. Hann er rauður, hann segir að hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann talar um eitthvað rauðan bíl. Nei, á klukkan 3 mánudag. Það er ekki vandamáli. Já, passa hann fyrir þig, passa hann fyrir þig. Come on! Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
Já, við erum komin aftur og já, við vorum að koma úr leik Dusty á móti Vega þar sem að Dusty tóku þennan leik nokkuð léttilega en við getum samt alveg gefið Vega smá svona breyk þar sem að það vantaði 2 leikmenn hjá þeim og kannski segir ekki alla söguna en já, svona vantaði þarna Magavírus og hver seinni leikmaður nú langar mér að... Já, nú sko Brian en hvort að hann sé starter eða ekki lengur Já, við vorum eitthvað að ræða það, það er svona ennþá eitthvað óvissa en þetta gerði samt, þetta var smá rugglingur náttúrulega fá bara það í hausinn mjög seint að Magavírus komist ekki og það að völdum óveður. Já, ákveðin skellur að Maggi bara, heyrðu, sorry boys, ég lendi hérna á Akureyri og er fastur. Já, sem sagt átti að lenda með flugvél á Keflavíkurflugvelli en já. Já, einn af þessum, ég held að það voru 17 þotur sem að fóru til hérna Reykjavíkurflugvellar, Akureyri og Egilsstaði. Það er svoleiðis. Já, það var, þeir nefndi ekki að bíða eftir snjónum á Keflavíkurflugvelli. Já, en já, þetta fer, ég veit ekki, bara, þeir hrista þetta af sér, þeir eru ennþá öruggir og... Alvöru keppnin að byrja eftir 2 vikur, þannig að... Og við sjáum allavega ætlum að lýsa þessum leik núna að vera með KPJ á móti Sögu. Já, heyrðu, við erum konum með grafíkinn. Yes, KPJ voru að taka fyrsta mappið í Dust 2 í overtime, 16-14 fór leikurinn þar, rétt slefuðu það. Já, ég líka með stöttin hérna, ég menna... Bringit. Sko, í þessum leik, KPJ, Edison, 31-19, 1,6 KD, 98 ADR, Sagamegin, Kraken og Bitnir eru alltaf komin inn í Sögu. Okay. Það kannski fór framhjá, en Bitnir er komin inn. Bitnir 25-21, Kraken 21-18 og ég meina þeir eru allir, þú veist, að ég hátti 20, Gutti 21, Skún 18, þannig að þeir voru alveg að hitta hana Sögumegin. En á móti kemur það voru að læra út að vinna leik þegar Edison er að 30 bomba þig. Já, og það er kannski það sem að þeir, sko, við vorum að tala um þetta fyrir leik, við erum að fara í Inferno núna og þetta er svolítið, þetta pikk sem að kom þér á óvart því að þetta er KPJ sem að pikka Inferno, en það eru með Edison og server að þá svona skiptir ykkur máli hvaða mapp það er, hann er bara að fara að hitta sínum skotum. Ég veit ekki til þess að KPJ sé eitthvað miklir Inferno-menn, þannig að þess vegna kemur það mér svolítið óvart þegar önnur möpp eins og Anubis er í púlinu, því ég meina við þurfum ekkert að fara langt tilbaka til að sjá hérna í að vinna Sögu bara sannfærandi á Anubis, þannig að þú veist að pikki ekki Anubis þegar Anubis er enda third map, þannig að núna með sigri í Dust 2 þá er þeir alltaf búin að staðfesta að Anubis verði spilað í þessari seríu, saman hvort þeir tapi Inferno eða ekki. En Inferno, ég meina, þetta svona punish pick finnst mér frekar heldur en eitthvað þú veist, styrkleika pick hjá KPJ, sko. Já, út af því að akkur pikka þeir ekki frekar eitthvað map sem að þeir eru mjög... Já, sem að þeir eru mikið búin að æfa og spila saman og Inferno, þú veist, þetta er svona... Þetta er mappið sem að Saga hleypa í gegn, þú veist, þeir eru aldrei að fara að pikka það, þeir vilja ekkert endilega vera með það sem third heldur, en þeir eru ekki nógu mikið, þegar þú veist, þeir hata það ekki nógu mikið til að vera alltaf að banna það, skilur. Nei, þannig að þetta er svona, eins og ég segi, þetta er svona smá punish pick feelingur á þessu og punish pickin geta verið svolítið blekkjandi því að þú sko, hérna, ætlar að punisha anstæðing fyrir eitthvað að vera ekki nógu góður í einhverju mappi, með því að fara djúpt inn í mappúlið þitt og þú ert kannski ekkert jafn sterkur í hérna, aftari parturum á mappúlinu og heldur, sko. Og líka, punish pickin akkurat eins og segir, þú veist, já, við getum spilað þetta mapp en eru við búinir að æfa það nógu mikið sjálfur, þeir eru bara að horfa á ykkar stött og hvað þið eru ekki nógu góður í því, en erum við að gleyma því að horfa á okkur og sjá svona, herði, býttu, hvað ef að hinn eru með eitthvað út af því að þeir bæði lið vita ekki af möppunum þegar það er punish pick. Það þýðir að eitt liðið er tilbúið og hitt liðið er ekki tilbúið. Þannig að þetta getur svolítið svona kastaði fram og tilbaka. En sjáum hvernig þetta spilast út allavega. Það enda þannig að KPJ þurfa þá að byrja á terrarhliðinni. Þannig að þeir þurfa að sýna góðan styrkleika þar og byrjar það þannig að það er bara ekkert nema 2 flöss á nonna fyrir utan smóki sem að kasta út á miðjuna og mér sýnst þetta ætla að vera bara að sprengja í gegnum hann. Ofvirkur fer hérna upp í Apartments, nær ekki killinu en þeir ná opnanir hins vegar hinum megin á Maggo og þar eru þeir með bara svolítið gott sett upp hjá Sögu, bara tilbúin að slamma þessu niður og nonni núna 1 á 3 erfið staða og Gutti bara gerir gott úr þessu.
með 4 kill á sér. Þeir voru mjög þolinmóðir hjá Sögu, ég meina Guddi fer bara í gryfjuna og lifir, en ég skil ekki, ég meina þeir eru, KPO eru bara að opna sig fyrir þetta því að það er ekkert verið að pæla í library, það er enginn að horfa ánga, það er enginn smoke, það er ekkert. Það var einmitt, já, svolítið kannski... Það er svona eins og þeir voru að búast við að Saga myndi ekki rótita eða eitthvað. Einmitt, líka svolítið svona, það er ekki eins og þeir heldur sprengt eitthvað á núleikni heldur, sko, þannig að tíminn svolítið svona gaf þeim tíma til að rótita, einmitt, en var aðeins svo uppteknir að Gutta og kannski völdum því að hann var með 4 kills þarna, það að gera mikið. Já, hann lifði líka bara, ég meina ef hann kíkir hann í gryfju og deyr, þá þetta bara fellur hann til í sundur, sko. Og hér fellur það í sundur hjá Sögu þannig að opnum við aftur en Guddi spammar helling en aftur fá þér þetta svæði. Liffa smók. Ok, Guddi komin í fína stöðu. Edison finnur opnum þetta á skún og það var bara einn maður eftir sem Guddi þannig að þeir ná að klemma þetta og opna að sætið. Lítið sem að Krakkinn og Birnir geta gert núna en Krakkinn hann er með MP7 þannig að við sjáum hann alltaf hanga í kringu þetta svæði hvort sem að það sé verið að reyna þetta eða ekki. Kannski opinn fyrir því að sækja eitthvað pening hérna, Birnir heldur bara línu. Þetta er alvöru lína. Þetta er alvöru lína og ef hann spammar, nei, bittu. Vá, ok. Það virkar ágætlega en Krakkinn fellir hins vegar þannig að Birnir er alltaf að fara að spara núna. Hvort það komist upp með eða ekki, nei. Ofverkur neitar þessu og sækja þeir sér 1 round strax á móti, konverta ekki hjá Sögu. Já. Já, það eru 5 diglur, kaupa alveg niður. Elskum þig. Heyrist út í loftið. Það er að diglunar... Dave byrjar að svara útsendingastjórunum og engin með kontekst. Nei, en við elskum þig. Þetta var, honestly, geggja round hjá KPO. Það hægðu ekki á sér þannig eins og þeir gerði í pistol. Þeir actually, fundu 12 stakka sinn og náða að samloka sætið. Edison. Allt í hátíð. Nei, búið sig á honum. Edison. Já, diglunar ekki að gera mikið hingandi. Þetta er svolítið sko, ég sé alveg fyrir mig diglunar ná einhverju, en þeir eru svolítið að, þeir vita af þessu núna og þeir eru svolítið þéttir hjá KPO líka. En já, fyrir þá sem að mistu að fyrsta leik, þá voru, var þetta sjóðheitur Dust 2 leikur, fóru í overtime og bæði lið ætti að vera þokkalega upphituð, Krakkinn með eina diglu en svolítið erfitt fyrir að ná einhverju meira hérna, fara bara saman inn og opna sætið, Guddi 1 eftir. Hinum meginn ekki sem ég geti gert, bomba fyrir niður og muni þeir taka randið ofan á það. Planta þessu. Það var ekki alveg að treysta þessu. Strákar, eru þið ekki með mig? Ekki inn að halda hérna. Já. Það er líka ef þið mistu að fyrsta mappi þá velkomin í hópinn því að við gerum það líka. Já. Segir nú kannski frekar þeir þá sem að kannski voru að fylgja stórinu. Hói maður! Ulla bjekk. Bara... Þetta er svona með við það að þetta er fyrsta sko ég veist ekki að KPO spila Inferno. Þú veist, kannski er þetta 4. Þú veist, af því að í Face-It þá þarfst að velja 5 upp og þannig að þú þarfst alltaf að vera með 1 map sem er í poolinu en þú spilar eiginlega ekkert sko. Og kannski er þetta það map hjá KPO því að eins og ég segi, ég vissi ekki að þeir spiluðu Inferno. Nei, þetta er líka svo sko ef maður horfir bara á Edison og Virk og núna maður hugsað, þú veist, grjótharði riflar, skilur við, þú veist, og þetta map er svo miklu meira utility based, kannski leyfi þeim ekki að skína eins mikið og þeir myndi vilja, eins og Dust 2 og hinn opnum uppin gera. Saga með flott pistolina Ego hinga til en smókurinn og ofverkinn nógu góður til að bara stöðva þetta. Og hann lætur heyra í sér hlaup, eða þeir láta afsakið heyra í sér hlaupa í burtu. Og hann er í hættu, Solo er í hættu. Andi hleypur í gegn, hann er galinn, hann spammar ekki ennum smókið þegar heyrist hvert einasta skref þarna. Pistur að vísu megi að reyna þetta. Ég elska þegar leikmenn gera þetta, hoppa, snúa höfðinu aftur og bak. Sko, ég vil meina að það er alltaf að tala um að, þú veist, það er erfitt að að beygja sig niður, þú ert náttúrulega að minnka höfuðtargetið svona líka. Já, það er ekki hægt að hitta því í haus, því að hausinn er bara
bak við bodyið. Einmitt. Það er rétta svar við þessu, en ég vil meina að sé út frá hínu psychological hliðinni sem að það er ekki hægt að hitta í mann sem að sér þig ekki og þannig að þegar þú hoppar fyrir angul og ert ekki að horfa á mann, ég sé hann ekki, þannig að hann getur ekki hitt þig. Það er mín útskýring fyrir þessu, sko. Það er nógu erfitt að drepa mann í bak, hvað þá ef hann er hoppandi og horfandi niður, sko. Leikmenn hreyfa sig almennt ekki bara eins og þú býst við þegar þeir eru að horfa framan á þau og counterstrefa. Heyrðu. Rétti maður. Nei. Rétti maður. Hann ég ætla að segja hann er 100 HP en þetta HP bara hérna hreyfði ekki niðri. Ok, svo er bara komið þristinn. Þetta er... Kannski er þetta bara hár rétt punishment. Kannski eru Saga bara alveg klúlaus í þessu mappi, ég veit það ekki. Já, þetta er næstu meira skrappi en þetta er Nei, hvað? Heyrðu. Það eru góðu leikir í kvöld. Hver hefur ekki verið þarna? Akkurat ekki að horfa á skjáin þó sitt með 2 augu beint á honum samkvæmt myndavélinni en kemur fyrir bestu menn og þetta er plant hjá KBO sækja hérna 4. randið sitt Saga, ok svo sem að mun á honum yes, en seinni maður Birnir mun líka þannig að Nonni bara ekki að spara byssuna held ég að Birnir myndi degi líka en það var fullt HP og armor eða ekki, jú. Ég var að horfa á stream daginn, sko dagarnir rann allir út í eitt þannig ég veit ekki hvort það var í gær en ég ætla að segja í gær. Segjum það. Þar sem að Birnir var að spila með Messi. Já, Messi úr Vitality. Já. Ok, það var bara face it. Já, og Ash, coachinum úr Game Legion. Já. Og Mighty Max og Byfield. Ég er ekki með þessi síðustu tunar. Mighty Max er breskur í ykl og ég veit ekki hvað ég á að segja Byfield, breskur streamer I guess. Já, bara nefna það, þetta var geggja lobby sko. Var það bara, þetta var random lobby? Nei, þeir voru að 5 eða 6 leiki held ég. Ok. Messi er einn sko, það er leikmann, ég gleymi aldrei, menn voru að horfa á höfuð og honum þegar Vitality þegar hann voru ekki að ganga vel, en í dag myndi ég segja að hans er einn mikilvægasti maður hjá þeim, sérstaklega þegar maður heyri komsin þeirra. Já, hann var alveg sko, það var alveg vesen á honum hana fyrstu 6 til 8 mánuðina, en núna er hann er eiginlega bara mjög góður sko, hann er eiginlega betri heldur en Flamesy. Ég myndi ekki fara það langt. Ekki? Nei, Flamesy er ógeðslega góður sko. Flamesy er ógeðslega góður, en þeir eru að spila sér einhvern leik samt. Já, það er 100% sko. Þetta er svona, en value sem þú færð úr að vera líka með, þú veist, með 4 leikmenn sem að enskan er ekki aðal tungumálulega. Þú ert með eitt sem að getur til United það, þannig að British player. British player! Þeir eru bara með BXX, þeir finna meira util á B heldur en ég sko. Sem er ekki eitthvað stórmál því ég kann eiginlega ekkert util en... Nei, ok. Ég vildi bara segja það því að hljómar eins og að sé eitthvað massive effect sko. Einmitt. Þeir eru að gera gott úr þessu ríteki, byssurnar og lífið er ekki svo góð. Utility, nær að brenna ekki að það heldur sér lifandi. Andersen 1 núna eftir þarf að slá 4 út, erfið staða en samt að gera gott úr þessu en þeir ná að stöðva hann og ná að deffa líka með kittið. Ágætis retake en þetta var hættilegt. Ég veit eiginlega ekki hvað gerðist þarna. Allt í hennu dóu 2 bara, já. Ég sá ekki heldur hvernig byrjunni gerðist, ég sá bara að þeir neldu þetta execute en það var sko af því að þeir voru það lágir í sögu að ég held þetta yrði bara nokkuð öruggt fyrir þá en svo var leikmaður hann í hotninu, hann brann þannig að þeir fá infóið kannski þegar þeir heyra það þannig að... Svo líka, fyrsta skoti hérna hjá gæjanum í hotninu og fyrsta skoti hjá Andersen bæði viff. Já. Þannig að þá þeir svolítið í klandri sko. Fækka jafnóðum en það er ennþá XM gangi, ADHD með hana. Hvar er hann? Húsið eða? Ætli það ekki? Já, hann er í boiler. Hann er í boiler.
jú, þetta mapp sem að minnst XM vera actually viable. Mjög, bara meira sem Já, ég meina, var hann ekki að túkið ríteikinn hann á bíða með XM, eða? Jú, í rauninni, jú. Og Nei, það er ekki einu svona staða sem að ég myndi segja að hún væri góð í. Nei, það er þetta ríteik á bíða með XM. En þú ert með banana sem að ef þú kemst og nærð banana það nálægt það sem að ofvirkur var að spamma. Það vissu væri XM ekki að gera gott, en maður sér marga spila á XM kannski frekar þarna. Þetta er áhugavert bíhól, Birnir og Vargur. Er þetta mashup? Það er content, sko. Ok, sjáum hvort að þeir bjóðu upp á eitthvað content. Rodríguez er allavega búinn að vera content á B-inu líka, sjáum hann ekki alveg halda línuna þarna. Hann er farin í þetta, hann nær Birnir og Vargur hann tekur línuna en nær að smóka hann út. Þannig að þeir fá opnun á B-inu. Þetta er fake info. Ó, býttu. Og þetta er fake info, það er rétt. Þetta er fake info. Þeir halda þetta sér B. En Rodríguez gæti gefið þetta upp núna. Gutti það framalega að hann getur fólað þetta, sér hann er að múfa þarna. En það er búið að detta A-svætið Edison löngu komið fram fyrir og á sama tíma fellur Skún. Þannig að þetta er alltaf á Varginu núna. Hann virðist alltaf að reyna, allavega að kanna málið. Róast hérna og ein kúla þarf ekki meira en Galín bara. Já, ekkert mál. Hvað er hann að segja? Það var Choose your excuse. Það var eitthvað að koma að það. Þetta var svona akkurat svona excuse. Já. Maður er auðvitað mikið að spekka Varginn á streaminu, sko. Þetta er svona þegar hann hallar sér aftur og segir eitthvað. Það er alveg rétt, ég held að það er eitthvað norðanáttin eða eitthvað. Það er eitthvað svona. I black screened. I lagged. I lagged. Fyrir þá sem vita, þeir vita. En aftur á B-ið, Vargurinn og Birnir náðu ekki að halda því áðan, svona þannig séð, en svo var þetta ekki... Ja, Birnir var auðvitað bara einn í því rándi, sko. Já, þetta er svolítið grimt þegar að Díglan er fyrsta kontakt í staðinn fyrir 2 rifflana. Já. Og svo önnur Dígla næsta kontakt. Líka bara veit betur solo, veit að þeir þurfa að reyna eitthvað og því færri sem þeir eru, því meiri líkur er að þeir pussi í þá. Já. Þannig að þetta er bara, rólega eru þeir bara að fá nákvæmlega sem þeir vilja. Dingar af vísu solo en þeir eru búin að missa sæti á sama tíma. Þannig að Krakkar og Birnir ennþá hérna lifandi en voðalega lítið sem þeir geta gert. Búin að missa sætið og sérðu líka bara staðsendinguna á Edison með þetta allan tíman. Það er eiginlega bara mjög steikt að hérna Díglunar og MP9-unar voru að fá kontakt á náðurinn að rifflanir fengu kontakt. Því ég meina, ég skil alveg þegar þú verður að terrarnir labba í þig og þú ert með eitthvað línu skilur sem þú getur bakkað úr en þegar þú ert að pusha hús með Díglu, þegar þú ert með 2 riffla hinum með mappinu sem að myndu vinna fyrir því rondi ef þú lifir bara. Það er alveg... Já, einmitt, þú ert á ennþá með óvitað bara leikmenn eitthvað starf mappinu. Bara leið og, þú sér það bara leið og KPJ fær 2 leikmenn þá líður þeim bara miklu betur, bara nákvæmlega það sem þeir vilja. Þá geta það verið að andað nokkuð rólega. En... Hýrovappi. Á B-inu. Ok. Ó. Það er ekki tengingun þarna og virkur droppa niður. Tekur ekki aðra línu. En þeir eru samt eitthvað að challengea þetta. Krakkinn núna. Smá vesen. ADHD er ekki með neitt fyrir hann þetta hjálpunum. Og nei, og þeir vita af vappanum þannig að þeir flassa hann alltaf bara út núna. Hann ekki með það. Chillar á líðinni en Noverk er búinn að taka hann í staðinn og þetta sem við sjáum ADHD alltaf gera það er að repíka línuna. Þú nærði ekki ofvirk svona, sko. Nei, hann veit betur. Hann veit líka ennþá betur hverju mann er að spila á móti. Þannig að þetta er kannski svona að þú ert farin að halda að þú þurfir svolítið að taka rándið í þína eigin hendur þarna. En það er heimur það sem þetta virkar, en já, eins og segir, ekki á móti ofvirk. Já, ef þú ert vappi í CT og þú ert flassar á línu á þennan hátt, þú lappar ekki í þessa línu aftur, sko. Nei. Ekki nema þú flassir sjálfur. Skún og Gutti núna bara eiginlega að halda vopnum og sér það að KPJ þeir ætla að hönda þetta og ég kann vel að meta það Edison gæti verið sem bara verið ástæð fyrir að þeir ná ekki einu sinni að spara en spottar núna er á svörtinu og þá sjást bara alla púntana heyra í þetta og nú eru þeir að spila af hvort öðru gullfallegt round hjá þeim og minni á það að KPJ eru búin að vinna fyrsta mappið fór í overtime, hefði geta verið Saga, þeir pikka þetta mapp. Já sko, seinast þegar ég kíkti á skorið þá fannst mér allan í minninu þá var Saga upp
alveg nokkuð mikið, hvort það var 12-7 eða 12-9 og fara svo í OT og tapa. Ok, það svolítið típist saga, ég segja. Og líka punktur með annan punktur með KBO og hvað þeir spila saman að þetta held ég eina liðið í deildinni sem að spila ESEA. Já, það? Ég held það. Ég bara vissi ekki að ESEA, já, mennar að keppa það. Já, þannig að ESEA líkið. Já, ég skil, já. Þú veist, þannig með Open, Intermediate og öllu því. Það að gera gott úr þessu rándi, ná allavega að refsa þessu eiginlega bara fyrir rándið í burtu frá okkur 0-1, þannig að sína það að þeir einmitt að keppa í ESEA. Hvaða deildir í þar? Nú veit ég... Þetta sko, entry, þeir eru í entry. Open búin að skipta því í tvennt, þannig að þú ert með Open fyrir fólk sem ekki level 10 og svo með entry sem bara level 10. Bara level 10, ok. Og ég nefni það, þú veist, að því að ég held að schedule það sé ennþá alveg 2 leikir á viku, sko. Þannig að þeir eru alveg að spila mikið á officialum. Já, ok. Það einmitt það sem að, sko, oft en ekki bara, þú veist, maður sér öll lið tala þetta í heiminum. Bara engin spilatími, það bara ofgrind. Og það alltaf riðið eftir einhver svona off-season. En þeir eru að spila mjög vel að hvort öðru hérna, sækja banana og bara pressa á móti. Edison reynir að hlaupa í markóði, hann rétt svona smók Birnir og spammið á móti. Birnir kominn á æð og 4 ránd fyrir þá. Breyta eitthvað til að bara í miðjum leik eða? Það var alveg líkt Birni, sko. Bara screw this guys, ég farin eitthvað annað. Þessi gæði talar alltaf mikið. Nei, Birnir bara það góður að stundum þá hann svo ógeðslega mikið inn í leiknum, þú veist, bara sónaður inn og lesa hann svo vel að þegar hann vill bara gera eitthvað random, saman hversu random það hljómar, þá segir bara, já, gera það bara. Ég meina, þetta einmitt að, sko, þegar einn leikmaður nær að lesa andstæðingunum, sérstaklega þegar það ekkert annað að virka í sig. Já, ekkert annað að virka. En ég meina, auðvitað verður að treysta á þína leikmenn og kannski bara, einmitt, put up with it. Og ef það skila sér, þá náttúrulega bara geggjað, skilur. Þannig að fyrir hvern einasta leik sem hann tapar mögulega á því að gera það, á China með hinum 20 leikunum sem hann vinnur með því, sko. Einmitt. Og líka bara, og svo náttúrulega það annað bara, ég menna, þú verður að kaupa í plani til að það virki almennilega, sko, þannig að það virðist vera að þeir hafi treyst á það, allavega virkar þetta. Hverju erum við að þessu? Þeir eru búin að reyna þetta núna 3 sinnum og aldrei hefur að skila sér. ADHD með vappar, með línu, 1 í 1, Birnir á A-sætinu og þetta bara nonni eftir núna, ofvirkur fellur B-megin. Þeir eru að öllu líkindum að sækja round nummer 5 og eiga heim þar sem þeir komast í 3. mappið, allavega. Kannski voru þeir bara að reyna að beita þá í afspoppið. 12-13 þarna hjá Solo og Edison, langt yfir restina af leikmönnum hjá KBO og bara, já. Já, ég meina 7 terround ekkert slæmt í Inferno, það auðvitað svolítið síðan að maður hefur séð íslensk lið vera eitthvað mikið í Inferno, þannig það auðvitað maður getur ekki beint hort bara á prósirna og séð, já, heyrðu, Inferno CT-sided og sagt bara, já, heyrðu, hérna á íslensku deildinni það málið, sko. Einmitt. Það því að ef við förum aðeins tilbaka þegar Inferno var mikið spilað á Íslandingum, þá var það alveg mjög tersided, sko. Já. Og hvað langt tilbaka eru að tala um það? Það örugglega alveg 1,5 ár, sko. Það bara svona þegar Vallega var í deildinni, sko. Trigger discipline, nei, Solo, nei! Æ. En þarna, hann var ekki að horfa, það ekki hægt að hitta. Treið tilbaka, vont að missa þetta frá sér. Kraken svo árásagjarn hérna og sleipur bara í gegn og það virkar. Birnir að vísu spammar í gegn með þessu og spammar aftur í gegn. Edison hristir hausinn, á leiðinni á B. 1 á 4 þarf að eisa þetta til þess að komast inn í þetta en það bara ekki í boði. Kraken opnar og þeir gera gott úr þessu vinnapistólið og eru komnir inn í seríuna núna. Náðir að taka randið í kjölfarið eða ætla KBO bara að virða þetta og kaupa ekkert á móti. Mér finnst það nokkuð líklegt að spila þetta bara örugt. Já, KBO eru þannig gæjar, sko. Neðmæntir kaupa. Það samt réttast í stöðinni, sko, en ofvirkur að vísu
ætla að segja, hann allavega að spara fyrir the ultimate kaup. Þeir að taka sjensin hérna núna. Þetta Inferno, það alltaf að vera að kaupa saman hvort sem CT eða Terr, sko. Ógeðslega erfiðir close angles sem þú getur alveg, þú veist, tekka eða 5-7 rústar í, sko. Sterkara kaup, já, 100% já, Sögu. Ekki ennþá komni með neitt svæði. Skún í apps, en það eina sem þeir hafa í bili. Og hinum endanum með Nonni uppi með 5-7, með Smoke í kringu sig líka. Þeir fara aftur í áttina B. Smokerinn mjög vel tímasettur hérna á solo. Þeir eiga líka Smoke til viðbótar á B-inu. Einmitt, þannig að þeir ná að næstu halda þessu alla leið í endan á chokepointinu ef að Saga... Rotate kom með flush líka. Já, þeir eru á réttu stað og þetta gæti bara enda á því að skila sér þetta kaup út af því að þeir eru nógu margir. Rodríguez með tilbúið flassirna, sprengir það á besta tíma. Að vísu var þetta Smoke afsökið, ég að kenna. Rugglar þarna og þá, já, eitthvað. Solo enn að gera nógu gott eða hvað? Nei, þeir missa þetta frá sér, Nonni og Edison núna. Það er samt heimur, það sem er taka þetta. En erfið staða fyrir þá. Mista bombuna í CT. Þetta gæti allt í einu opnað þetta fyrir þá. En þeir eru með flanka á eftir sér. Skún komin CT. Nonni ætti að heyra þetta núna. Hann er tilbúinn, búinn að kóla þetta út. Edison snýr strax höfði. Samanspilaðar á þetta og nú einn maður eftir ADHD. Látt á bíl og sprengja hann að kemur fyrir hotni. Þetta var svolítið bjartsýnt. Þetta var bjartsýnt. En hann þurfti að gera eitthvað. Það er... Vá, geggja ránd maður. Saga hljóta að hafa ekki verið með Smoke eftir því að þeir smókuðu ekki CT. Nei, nefnilega. Þetta var óþægilegt ránd. Já, þetta leit ógeðslega illa út fyrir KBJ. Maður var að horfa á hvort það var solo backside að viffa öllu, sko. Einmitt. En sem betur fyrir voru aðrir að hitta, þannig að það dóu tveir strax, sko. Rodríguez fellur eiginlega bara Andersson á að taka upp byssu. Já, þannig að það var smá óöfnið þar. Hann var aðalega tíma að setja Smokeinn strax á eftir hinum. En þeir taka þessu opnun hjá Sögu og... Hann riffaði líka Smokeinn. Já, og það líka. Það var reynilega ekki. Með línu, það ekki tenginginni. Solo komin í annað angul hérna. Smá skrammi á... Vifur. Það hann bakar. Þetta er svona rísmóka miðjuna hérna. Og þeir eru að reyna að stefna á miðjuna. Bomban er ennþá á B, en hún er að hallast í áttina A. Já, engi peningur þannig að þetta verður eiginlega bara ekkert plan B held ég. Spannir henni gegni á ofverk mestin. Ó god, hann verður pistlu núna uppi. Lætur ekki heyrir í lótunum, það er að koma fyrir fullu. Edison heldur sprayinu inni, reyna að refsa þessu, en áství ekki, spraya niður 3, komin inn á sæt með grenu og Nonni búinn að aðstofa þetta þannig að ADHD 1 núna eftir á B reynir hann á plantinu. Það er verið að halda þér. Ekki í dag, segir Rodríguez, vita betur og líka þurfa ekkert að róta öllum yfir, þannig að sáttir þarna. Reyna að skora bara beint á plantarna að fá ekkert auka peninga en skila sér ekki. En núna er spurning hvort að, Saga séu með eitthvað í gunrondum í Inferno. Ég meina, ég held að þeir hafi Inferno-leik undir beltinu á þessu sísoni. Okay. Þannig að... Jú, það er rétt hjá þér. Ég man eftir þeim leik. Já, ég held að það gekk alveg bara ágætlega hjá þeim, sko. Já, ég held meira að segja að annarkvæmt, ég heiti verið að þú hafi verið með mér að lýsa þá. Það hafi nefnt það líka einmitt þá að þeir hafi ekki mikið spilað á maður, en það hafi ekki komið okkur á óvart að þeir voru ekki að skila ágætið leik. Skipt hérna á killum, nefnir Smoke. Það er svo ógeðslega hittinn. Það er svo suppulegt. Það sýnir líka bara hvernig það er að vera á hinum endanum. Þetta er líka bara venjulegt skot fyrir hann, sko. Alveg ótrúlegt. 4 eftir á KBJ, rólegir, en fara hérna í apps og ætla að reyna að sækja sér eitthvað. Það er sprungað hérna eins og í röddinni, en þeir eru allavega ekki að lenda á móti byssum hérna, þannig að Saga er mögulega fake info aftur, sko. Nei, hann er það. Já, allir falla á sama tíma hérna. Það munaði hálsbreytt að 2 sögumenn voru komnir þannig að Markúinn áður en að Nonni sá þá. Já, meina. Þá hefði þeir örugglega bara hníf upp og byrja að róta þetta B og Saga vinnur örugglega rándið, sko. Ekki spotta neitt. Edison hefði kannski hlupið áfram, eða haldið áfram að fara í baki að þeim, en já, Nonni hefði sennilega fallið þarna.
10 round fyrir KPJ og ennþá nærði að vinna þessa seríu. B-rush. Eða mid-rush. B-rush. Góða mólin, góð nade, mjög góð nade. Önnur. Solo situr í hotninu, þeir vita af honum en Rodríguez sprayandi 4 niður og spraytransfer til að loka á þetta. Ef að þetta drap ekki það sem eftir var í bensintankinum á Sögu þá ekkert annað eftir. Þetta var gullfallegt ace. Það var ace var. 3 manna spraytanið þarna var clean líka sko. Já. Sástu Sævukillið daginn í Inferno? Nei. Þegar spraytransfera... Jú, ég vonum við túi. Þegar maður sér alveg leikmenn reyna þetta, hann einn leikmaður sem var bara svona, hvernig? Þetta var ein kúla, bara sem að... Rodríguez. Við erum búin að segja áður í Deathcake að Rodríguez þarf að vera leikmaður sem að sýnir meira af sér í KPJ til að þeir skýri sig. En Nonni fellur hérna nær einum áruna fellur. Þeir eru allavega með smá yfirönd hérna hjá Sögu. 4 leikmenn núna eftir og eru búin að vefja sig nóga vel utanum en Edison af öllum er ennþá lifandi á A-inu og spilar hérna rólur. Þeir ætla samt að stefna á þetta. Þetta er eina í stöðunni. ADHD með flotta línu hérna. Þannig að Edison þarf að gera draum úr þessu en Rodríguez einn eftir og hann er bara beint í spa réttast í stöðunni, búinir að missa sætið og eru líka með 11 rond þannig að þeir eiga bara að vera þokkalega rólegir. Hann fer reyndar mjög framalega í bakið en hann er aldrei að vera að reyna þetta eða nokkuð? Já, ég held að hann sé að fara að reyna að drepa eitthvað sko. Já, ég er að segja það, kannski það er einn. Ég skil samt ekki líka, já ok, það kemur eitthvað. Finnur opnum og bakka brot frá því. Þetta er mjög furðulegt round hjá KPJ því að þeir voru að díla við full buy hjá Sögu, þannig þeir vita að þeir keiftu niður í 0. Þannig annarkvort voru þeir þá að fara í þetta húsett upp og pusha húsið á móti spari. Já, en þá meikar, þú vilt ekkert eitthvað að vera framlur í húsi eitthvað á móti spari, þannig ég veit ekki alveg hvort þeir hafi kannski verið að búa þessu kaupi, en ég skil ekki alveg. Já, ég veit ekki, allan að það dói 2 þarna framlega í húsi bara af yngri ástæðu þannig séð. Í rauninni. Það er spurningamarki við þetta round. Það er eitthvað, þeir voru að hugsa eitthvað sem ég er ekki á sömu bylgjulengd með. Það kannski var eitthvað pæling hérna bakvið. Þeir allavega eru með fínt kaup og getur það ekki verið það. Vappar beggja megin líka og Ofvirkur og ADHD núna verið búin að sjá það stangast einu sinni og í því skiptið þá vinnur Ofvirkur þann bardaga. En já, þeir eru bara búin að ekki mikið búin að sjá Vappan í þessu leik bara yfir höfuð. Nei. Þannig að það gæti verið breytingi sem að Saga þarf til að komast inn. En ADHD þarf aðeins að fara að hitta held ég. Hann hitti að vísu fínt þarna í lokin á sitt í hliðinni en fyrir það þá var ekki alveg að tengja þarna. En Vappinn terramegin, aldrei jafn auðveldur. Og verður komin hérna framalega, heldur short línu næri mitt fyrir opnun, hann takkað mjög lágt niður, ADHD tekur línuna strax á eftir, sömulegis takkaði niður og eru þeir núna með fleiri leikmenn lifandi KPJ með alla 5, Ofvirk lágan afsakið og ADHD er Gutti, opnar þetta enn og aftur, þeir eru 3 leikmenn hangandi utanum á A-sætinu. Rodríguez getur bara verið slakur, Solo fer í þetta, byrjar opnununa. En þeir eru bara hægt og rólega að bakka. Það er ekki ennþá virðist vera einhver óvissa hvað þeir vilja gera. Þeir eru bara að bíða eftir að KPJ lappi í sig en þeir eru bara ekkert að gera það. Solo ætti ekki að rótturræna að Rodríguez er ennþá með djúpt info B. Nonni er búinn að droppa niður og app svo ég held að þeir ætli bara ekki að sækja sér þetta info. Þannig að þegar það kemur að þessu þá er Edison með mjög gott aftangulegna og það bara sýnir sig akkurat hér krakkinn lappar beint í hana að reyna að halda sætinu. Hann svingar á næsta nær skún mjög lágt niður, nú eru báðir leikmenn með samtals 25 HP, það er ekkert sem þeir geta gert hérna. Þau eru vel að bara spara þetta og ég heldur viti það, heyra það líka og Rodríguez er kominn, nær ekki að ná Nonna eða Solo. Og ADHD heldur lífi, en ok, Rodríguez hleypur á eftir honum. Hvað er skún með? 650, úff. Og í mögulega síðasta randinu sínu þá er þetta mjög súrt. Það er keypt lítinn armor.
lítinn armor, tekka, þannig að hann verði eitthvað fremstur í hópnum. Nú eiginlega liggur þetta allt á Kraken og ADHD með einu svona valuable byssur í þessu. Stefna í áttina B. Fá það svæði hvort þið vitið eða ekki, en Overex stefnir þetta samt ekki. Skún framalega hérna, sækja eiginlega bara mjög mikið info líka bara, eru með appsið alveg. Pressan komin á móti, en sérðu, þeir eru ekki að kaupa þetta. Overkur bara einu skrifa undan, en hann er samt að Það feikar út þetta. Feikar út þetta. Það reyna að fá ekki til að labba ekki inn smók, vita að þeir eru típiskir í eitthvað svona. Það er ekki fyrsta skipti sem maður labba ekki inn smók. Kuttum með eitthvað í augunum. Já, við aðeins með executið. Og hvað nú? Það er exec? Það er exec. Þeir eru eitthvað að planta? Og sérðu tímasendingi sem Edison er að sækja info á miðin og þeir eru farnir í rótið á undan, þeir bara eru einu skrefi á undan og nú kemur executið en þeir eru komnir með overkillskin. Þetta er fake! Ó, Birnir fær opnið, þetta er fake, ég trúi þess ekki, þeir eru ennþá með 2 leikmenn hérna, Edison og Nonni saman með miðjuna en þeir missa hana á síðustu sekundu. ADHD rétt svo kemur þessu, tekur línu, þorir ekki að fara í planti, vill fá sinn mann með sér í þetta. Smókurinn er svo hættulegur, nei! Ég er að deyja þetta, horfa á þetta, er svo, nei! Þetta var ekki leiðin sem að þeir vildu tapa þessu. ADHD klikkar þarna, tekur línuna en missir hana á síðustu sekundu. Þetta, KPJ allavega vinna þennan leik 2-0 á móti Sögu og eru ekki öruggir ennþá. Jú. Eru þeir öruggir? Saga? Nei, KPJ. Já, nei. KPJ er ekki öruggir þó þeir vinna seríuna í kvöld. Saga eru öruggir, þeir eru nógu ofalega í bracketinu þannig að þeir ættu að komast inn í playoffin. Já. En KPJ hins vegar þurfa að treysta á að Þór Hyper CS fari fyrir Hyper. Það er ekki rétt í mér. Nei, Þór þurfa að vinna. Afsakið, Þór þurfa að vinna. Já. Og það er svona, þið finnst það líklegt, en það er kannski biased. Já, það er smá biased þar. Smá biased þarna. Smá biased. En það þarf að, þessi leikur verður spilaður næsta fimmtudag og við Í útsendingu. Við streymum honum þá hér, þá verður örugglega deathkick með mér, býst ég við. Já, allan ekki verði ég. Nei, þú verður ekki annars þar að spila, sko. Það er alltaf skiptir á milli ykkar. Ég þarf að fara að koma mér í eitthvað lið, sko. Kannski þurfa Saga bara að pikka mig upp, heyrðu það hér fyrst. En það er svo sem ekkert gott í því að skila, sko. Ég veit ekki hvað ég geti gert mikið þar, en klukkan er seint, höfum við eitthvað meira að segja en að þessi leikur var betri heldur en Vega Dusty, en aftur út í það þá voru Vega ekki með alla sína leikmenn á borði. Já, ekki nema, þú veist, eina sem ég hef er ef við viljum eitthvað pæla í að það er einn leikur eftir, hvernig úrslitakeppnin mun líta út. Já, endilega, ef þú ert með það fyrir fram að. Já, það er auðvitað, þetta er 6 liða úrslit. 6 liða úrslit. Þannig að fyrsta sæti og annað sæti fara beint áfram í undanúrslit. Sem er Dusty og Vega. Dusty, Vega. Svo er Susi þriðja, það er staðfest, þeir færast ekkert. Það er geggjað, læðsta sítið okkar. Það ekki? Aha, já það er málið, voru þeir lægstir? Lægsta eða næstlægsta, en ég heldur hafi verið lægsta. Ok, sæl. Það er nefnilega Ég hef ekki verið, ég var ekki partur af þeirra ákvörðun. Nei, en ég hefði sett það ofar, sko. Já, ok. Auðvelt að segja það núna, en þú veist. Já, en þannig núna erum við í raun að spila um 4., 5. og 7. sætið. Já. Og 4. og 5. sætið, basically ef Þór vinna, núna á 5. eftir viku, þá er Þór í 4. sæti, KPJ í 5. sæti og Saga í 7. sæti. Og þetta er svona líklegast, en og aftur þá... Já, ef að Hyper vinna, þá er Saga í 4. sæti. Double checka ég hefur þetta rétt hérna. Já, ég veit að gera það. Þá er Saga í 4. sæti, Hyper í 5. sæti og Þór í 7. sæti. En það er heimur, þar sem að Hyper slá í rauninni KPJ úr. Já. Þannig að það er ennþá eitthvað í loftinu sem að, allavega það er ástæða til að horfa á næsta leik, hann skiptir eitthvað máli í rauninni fyrir KPJ. Já, og svo í 6. úrslitum þá er þetta 3. sætið á móti 7. sæti. Þannig að þetta væri, ef að Þór vinna, þá er þetta Sús á móti Sögu. Ef að Þór tapa, þá er það Sús á móti Þór.
og svo fer auðvitað 4. sæti á móti 5. sæti sem væri þá ef að Þór vinna Þór KB og ef Þór tapa Saga Hyper. Já. Þannig að þetta er góðu leikir framundan og þessu verður streymt eftir 2 vikur, eða ekki? Jú. 2 vikur þá fáum við að sjá playoffin allavega, en það er samt leikur í næstu viku, Hyper á móti Þór. Þið megið ekki missa því að það ræður hvernig playoffin verða spiluð. Við þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld, þetta eru 2 langar útsendingar ef við telum þær saman, en enn og aftur ekki missa af næstu viku Hyper á móti Þór.